Nei, það var alveg. Nei, ég meina á Discordinu. Já, þú mátt annonsa bara. Það er FTC Iceland. FTC Iceland. Ekki byrja strax. Ekki byrja strax. Já, allt góð. Okay. Allt góð. Da. Þú mátt fá stórt B og stóru setu. En það er líka líka. Það er mótað að streymstu. Má ég líka setja... Fullkomið. Of mikið við maður. Innan ég ekki. Við erum locked in núna sko. Hvað er alltaf þess að banger þannig að bakkatónlist eða? Já. Ég vildi að Ultimate væri bara melee. Ég vildi að Ultimate væri actually bara project, nei, bara allir smarsleikir væri bara eins og PM. Og að Lucas spilaði nákvæmlega eins og hann spilaði í PM, því að það er svo sitt. Já. Það er ekki það er bara, veist, Lucas er enda, það er best tegundin á honum er í PM, en hinn er líka bara langflottust. Hann er basically bara eins og Melee Falco. Þú veist, það er svona þannig típa af karakter. Ætti að annonsa, ætti að kveikja á þessu annonsa top 8 svo bara stökkva í alltaf veginn. Já, það er annonsa. Ok. Já, ég annonsa. Ég fyrir það, sko. Halló. Athygli Smashers. Við erum að byrja top 8 Smash-mótinu. Loser side, top 8. Það sem tapar í þessu er úr mótinu. Og þetta er Valdi Kaldi á móti Ben Sui. Þetta er streama live á Twitch. Og já. Já, byrja! Já, þetta verður örugglega spennandi leikur. Ég hef spilað smá móti Ben Sui, ég hef ekki séð mikið af samhengsum hans, svo ég veit ekki alveg hvernig það verður, sko, en Valdi er búinn að vera frábæri rönn nýlega. Ég heyrði að Ben Sui meinaði Jigglypuff, en hann er greinilega að spila eitthvað samhengsum núna. Já, hann spilaði sko Jigglypuff móti mér og síðan fór hann Game & Watch. Hann er búinn að vera að prófa þetta, sko. Valdi, náttúrulega nýkominn frá Noregar treyningarkinni, sko. Alveg með þetta. Franapatt meginn. Virkar frekar jafn núna, ég veit ekki alveg. Hvað, Ben Sui búinn að eyða charge shotinu, búinn að nota það aftur. Valdi er að hafa pínu vandamál með að approacha núna, virkar pínu fastur. Og, vá, ok, ég held að þetta myndi drepa. Valdi er að reyna að taka sinn tíma og reyna að vanda sér pínu í að approacha. Setur upp svona trapp, Ben Sui róla fram hjá að klára stokkið með F-smash. F-smash. En Valdi virðist vera að reyna að koma sér aftur inn í hennan leik. Valdi haldi svo close. Og hann stíjar. Ímyndandi. Þetta Poison Cloud að reyna að spila sig backthrow uppi. Ég veit ekki alveg hvað er í gangi með þetta sóningin, þetta er mjög eitthvað vandræðalegt. Ég veit ekki hvað það skilja. Bara flowið af neutral er einhvern veginn offbeat. Þetta er þannig að það virka fyrir Ben Sui núna. Já, samt já. Ben Sui byrjar að nota meira close range combat og Valdi ekki að kvarta með það. Myndi maður að hitt. Myndi aldrei langt off stage að Ben Sui gerir með þetta.
og hann kominn aftur í númsjók. Ég að finna þetta eina hitt. Óf, næstu í með Patui þarna. Missir eftir. Bensui blokkar eftir þið. Nær Patui hæ. Fer fyrir, hann stígar aftur. Getur ekki verið sátt með þetta. Ef þú ert Bensui. Valdi, ég er búinn að setja hann að leika aftur í síðan hendur eftir pínu vandræðalega byrjun. Sjá hvað Bensui getur svarað. Það byggir flott hít hérna. Patui veran frá neutral-bíðinu. Close. Best move in the game, eins og Vandi segir. Það er shot. Even stocks. Hver sem getur tekið þennan leik, þetta er hnífjátt alveg. Ralli vildi ekki lítur út svo hann hafi betri sens að þeir taka þetta. Bensui að kasta honum frá sér, hann að búa til smá pláss en Valdi bara að halda sig þéttu og bara Bensui með stóru side up smash, down smash, þetta er næstu orðið jafnt. Annar núspil, hann er búinn að jafna þetta upp. Jesús, ég held að þetta myndi hitta. Og Bensui klötsar þetta upp og tekur game 1. Já, heyrðu. Er myndir hvernig 7? Já. Hann þarf að ná upp því. Já, Toppata getur að vera pínu langt, en ég held ekki að það tekja alveg 3 klukkutíma á mig. Það getur alveg tekið það. Já. Það er svona það. Það getur við bara borta manna fyrir og breyta miðan. Tattar upp og við akkar. Já. Við erum bara að nota hann einhvern veginn og tattar upp. Það er svona. Finnst þið bara það? Já, það ekki. Ok, hérna skellum við okkur Game 2. Já. Hvað finnst þið matchupið? Matchupið? Ég eiginlega veit það ekki, sko. Þú veist, á high og top level þá vinnur Samus þetta mest líklega, sko. En ég myndi ekki hissa að það matchup væri ekkert eitthvað of erfitt fyrir annan flokk, sko. Já, Patui getur náttúrulega fokkin Samus. Já, sáum það. Þetta er rosa svona, ég veit ekki alveg, Kronflot er bara svona skrítinn karakter og ég hef ángríns bara ekki hort nógu mikið á hann, sko. Samus náttúrulega bara fucking busted, sko. Já, það er svo mikið fetch-slappur að gera. Já. Side-piece-ið. Já. Já. En Bensui virðist að hafa hann leikt aldrei vel núna, sko. Þetta Charles-shot er að fara mjög vel. Já. Það er pínuð búið að vera svona... Ég held að þetta myndi drepa. Og hann bara airdodgear í gegnum þetta og nær grafinu. Það er orðið even. Já. Og sér, þetta downsmash sendir á ógeðslega yngli. Ég er position hérna. Já. Og ára stokkið með upsmashu. Jesús. Þetta drepur aldrei, maður. Nei. Þyrfti eiginlega að fá eitthvað gott hitt eins og bakker eða eitthvað. Það er sterk núna til að finna svo stokkið. Valdi verið að tjóka smá, sko.
Svo er þetta ná stopp. Já, algjörlega. Sérstaklega þegar þú ert að spila kardir sem hefur ekki Nei, ég veit ekki, ég held að backthrow sé þetta alveg allt í lagi killthrow, sko. Kannski ekkert... Það var þessari. Já, alveg, þú veist, þetta er bara alveg á 150, sko. Og hann kláraði þetta með downsmashinu, ég bjóst ekki við þessu. En sem enda með smá vín, þetta er ekki. Nei, alls ekki. Mér leiður eins og þetta sé rosalega mikið af svona... mikið af scrub tactics og síðan allt í hennu er að spila vel, smá. Það er rosalega svona... Það sér bara stundum svona genius. Smá, já. Stinga á þessu. En stundum eru mjög svona... eins og þetta F-smash þarna. Það er svona smá mistök sem að báðir spilarar eru svona bara að gera því að þeir eru kannski ekki nógu experienced. Það var ekki mesta reynst. Promise, sko. Mikið af góðum play sem þeir... Algjörlega. Algjörlega. Ég finnst ekki að þetta hitbox væri enda úti, sko. Nei. Það er að passa sér að þú hérna að vera damage en að lifir af. Já, ég held að ef hann hefði beðið bara í millisekúndu lengur með þetta, þá hefði hann náð að shieldpoka með F-smashinu, sko. That is svo scary. En sjáðu hversu langt þetta sendi, þetta dreifur alveg á 150, sko. 140 kannski líka. Og þetta er án rage, hann er ekki með neitt rage. Já, hann er einn og Og down tilt uppi. Valdi er komin aftur inn í þetta, sko. Vexen var þarna að vera bara örlítið á undan. Aldrei var alltaf náða að ífa það út. Þarna kemur hann með Patui forward eirið. Það er vinnilega Já, algjörlega. Mér líður eins og það er rosalega skrítið því að mér líður eins og Valdi, hann er að choka. Ói! Og Bensui tekur game 2. Nei, þetta er ekki búið, það er best of 5. Það er best of 5. Top 8 er best of 5. Einn leikur í bótt. Ja, nei. Já, nei. 3 leikir í viðbót, koma svo. Best. Ég ætla kannski að setja á þannig að... Svona. Nei, fuck. Ég glemdi að setja B. Velkomið! Og... Final Destination. Úff. Mest polarizing mappin í leiknum. Já, ég veit ekki alveg hvernig þetta er að fara að vera, sko. Þetta er náttúrulega... Og hann fer Littlmark. Ó. Á FD, Þetta gæti endað illa fyrir Valda. Þetta er sennilega val. Þetta er... Við sjá hvernig þetta gengur við það. Þetta er samt, sko... Littlmark er alveg helvítið sterkur á flötu sviðum. Já. Því að gæinn hefur ekkert pláss til að hlaupa í burti frá hann. Hann getur skrappað eins og alveg gjöf. En... Valdi að sína... Það er að ganga fyrir honum tekist. En hann fljótur náðu kraftur. Chaos Bornir, Chaos bara að drefa hérna. Já, ég held að það sé ekki trúendur. Ó! Valdi reynir að gera mix-upið en... Núna er hann aftur komin með... En Valdi er lokaði fljótt aftur upp. Aftur komin inn í leikinn. Næ, með dambi. Ætlaði ekki að lega sem leik að fara frá sér. Nei. You won't back down. Með tilt uppi og... Þetta var bara 54%. Passa DI á þessu. Þetta er það sem að gerir Littlmark ekki alveg ömurlegan karakter. Nei. Er að hann getur skapt... Þetta er perið! Marga veikleika en líka... Og hann er bara búinn að jafna prósentuð aftur upp bara eins og ekkert. Og hann F-smasha. En sér rétt svo undan og Og fljóta í það. síðan einhvern veginn gerist eitthvað. Valdi tapar hann rétt svo. Það er það sem er búið að gera síðustu leiki, en sjáum hvort að Valdi geti breytt því fyrir betra fyrir hann. Það virkar greinilega vel fyrir hann að nota, hvaða move er þetta? Downbeat til að hitta hann á stöðum þar sem að Littlmark næri ekki. Já, hann er átt reyn sem mikið. Snæpa út úr loftinu. Algjörlega. Þetta trúi
verður líka erfitt fyrir hann alltaf að sína með. Og hann bara forward smash hann þarna. Ég bara raw forward smash. Bara short top forward smash. Ég bjóst ekki við þessu. Tomahawk forward smash. Já, þarna. Mun Valdinn á að lína þetta út eins og þú er alltaf að gera þetta. Þetta er stórt hit. Down B, hann er búinn að... þetta! Hann er dauður! Og Valdi tekur game 2, eða 3! Kemst ekkert til stageið aftur hann. Nei. Það er alveg bara... Þetta var það veðskinn og áhverjum að sjá hann taka upp litur. Já. Og FI sem kallur. Strákar munið þið þurfa að tilkynna karaktera áður en þið veljið svið. Þessi regla um að velja karaktera á undan sviðum er actually mjög mikilvægt því að Já, það breytir mjög mikið. það breytir rosalega mikið stage choices því að þú veist, ef þú veist ekki að hinn gæinn er að fara að breyta yfir í Kasia og þú leifur honum að fara á FD þá ert þú bara búinn, sko. Við sáum það til dæmis einu sinni á Summit þegar Akola var að tapa móti MKLA og... Nei, þetta er mitt. Nei, þetta er mitt. Já, MKLA var að vinna Akola 2-0 og hann, nei, Game 5 og hann tekur út Kasian á FD og vinnur það matchup því að bælið er ekki bestkarlinn. En hérna sáum við Piranha Plant á móti Game & Watch. Stensi er reynilega með snarka karta í pocketinu. Já, djúpa á Asa í dag, sko. Já. Ég veit ekki hvernig þetta fer, sko. Mér líkar alveg við líkunar hans Valda í þessu matchupi. Ég held að það sé örugglega ekki frábært, en ég held að Valdi geti alveg gert það á móti þau, sko. Hann hefur spilað bara mjög vel í dag og kannski nær hann að ílna það út. Það hefur verið eins og við sagt á bara allir leiknum hafa gangið þannig að hann er eitthvað smá eftir að ílna það út. Já. Ef hann nær bara að taka draftinn og fá sér í þá gæti hann kannski tekið þetta tilbaka. Já. Oftast þegar menn eru að lenda í þessum stöðum þar sem þeir eru, þú veist, þeir eru að fá lítið þeir eru að jafna aftur upp þá eru þeir pínu svona þá er það oftast yfir því að þeir eru að tapa pínu fókus á milli en finna fyrir pressunni svo mikið að þeir verða að performa. Já. Og síðan enda þeir upp að því að reyna að ná að jafna það. Síðan bara er það hvort að þeir fóldu undir pressunni í endanum eða ekki. Menn sé að 115% hann er bara rönd downsmash og hann bara perjar downsmashið á killprocent. Já. En þarna hittir Patuja og hann er aftur í neutral og hann kom búinn að jafna þetta aftur með F-smashinu. Deadly Nair. Já, ég hata Game & Watch. Já, það er bara hvernig hann virkar, sko. Og hann var það F-smash? Þetta var F-smash? Ég sver, ég horfði í burti í svona 2 sekundur. Hvað gerðist eiginlega? Ég veit ekki hvað. Hann bara nera hann og náði síðan F-smashinu að horfa. Bakki til að reflekta Patuja. Þetta er reyndar eitthvað sem ég var ekkert búinn að pæla í. Þetta getur vel verið game changer fyrir matchupið. Þetta er líka reflekta, þetta er ekki bara Energy, hana, já. Og þetta rægt á neri hérna. Þetta er ekki virka bara á því mér líst Já. Mér líst ekki rosalega vel við líkunar hans Valda hérna. Hann er einhvern veginn, hann er pínu stökk og það verður svo að hann hafi bara einir fyrir sidebíð. Hann er búinn að reynda nokkuð hvað er í gangi? Hann er bloodthirsty við þetta nýjum. En Valdi vill bara að hann haldi áfram að reyna það svo að hann hefur betri sens að því að taka stokkinn, sko. Og hann tekur stokkinn! Valdi er komin aftur inn í þetta. Enda með svolítið hátt prósent. Og hann heldur bara áfram fyrir Hamari. Downbeat hérna. Þetta downbeat er búið að reist mjög sterkt fyrir hann þetta mót sérstaklega. Já. Reynar að rýta Ketopið. Hittir hann með up smash, að down smash meina ég. Og rollbændir allir í smá
máltíð hann, þetta fela sig. Ég vissi ekkert hvað við gangið í smá. Það virkar alveg doable, sko. Þegar annar band í rauninni bara eins og Forrest-börn í ræðum. Já, bara mjög shit í Forrest-börn. Ói, og hann tekur þetta og tekur valda úr mótinu. Já, þetta var alveg mjög tækt, sko. Þetta er búið. Þetta er best of 5. Best of 5. Fyrstur í 3. Fyrstur. Þetta er búið. GG, segir Valdi. Hverja höfum við næst eiginlega? Það er spurningin. Það er stóra spurningin. Takk fyrir Þórir fyrir að kommentera með mér. Algjörlega, býtu. Leif mér að finna þarna... Já, það er Joe Soapy á móti Kith. Ég þarf að pissa. Ég kem aftur. Ég skal bara halda streyminu vakandi með smá afþreyingu. Já, þetta var svo sannarlega leikur. Þessi rödd sem þetta heyra, þetta er röddin hans Valda. Ég var að spila, ég drulltapaði. Hvernig líður þetta leikinn? Hræðilega. Ég var ógeðslega stressaður út af enga ástæðu. Já. Og fór þá því smá að gera heimskulega mistök, skilur. Svona er það bara. Já. Nörvinn ná ég þekki þetta vel á fyrsta mótinu mínu og held ég SDaði ándjók svona 5 sinnum. Damn, já, það er bara, ég er búinn með SDA vandamálið mitt. Ég kannski festist það svo mikið í einu mjög. Já, maður þarf virkilega að ekki bara inniloka sig í lítið box þegar maður er stuð. Já, einmitt. Það er erfitt. Stressið kemur inn. Hvað leikur er núna? Þetta er Kith vs. Joe Spo. Ok, þá skulum við uppfæra þetta. Kith vs. Joe Spo. Það verður okkur með þetta. Eða því, hver er player 1 og player 2? Er það? Þeir eru ekki að spila á 3D-land, sko. Þetta er bara til að checka hver er. Ok. Jæja, þá erum við komin í Best of 5, Losers Top 8. Þessi leikurinn sem er að koma til smá, byrja eftir smá, er Kith á móti Joe Spo. Þetta verður athyglisverður leikur. Virðist vera að það verður Kirby vs. King K. Rool. Bæði káinn sem er skemmtilegt. Nei, hver mættur aftur? Það er bara Joe. What's up? Checkum á chatið. Literally active. Ok, frábært. En við erum með 10 viewers. Það er stemming. Það er stemming. Hoxi chatið. Chatið? Hoxi chatið. Já, ég er ennþá pínu tense eftir síðasta leik. Við erum að byrja að tala um leikið, maður. Já, ég meit. Ok. Kith búinn að taka dálítið sterkt lít á móti Joe Spo. Nei. Já, Kith, já. Já. Það er switched yfir einhverjum staði. Kith er bara búinn að taka fyrsta stokkið. Hann er svo... Let's go, sjáum við. Starir smá í augun á honum og áður en hann klárar komboð. Hann deyr þarna! Kith algjörlega búinn að hlaupa í burtu með fyrsta leikinn. Nörnum offstage. Ég vildi sjá bakkerið þarna, maður. Ég var svo tilbúinn fyrir bakkerið, sko. Up
Jabber, Bakker. Hann með kombóin á hreinu, maður. Kirby kombóin. Þetta gerði 59 damage, pældi í þessu. Ég alveg helviti sterkur núna. Og Dosta. Ég sé alveg fram á Joespo gætir á þeim Joespo að reyna sitt besta að setja upp eitthvað zoning game hérna, en Kefir eiginlega bara hatt í gegnum hann, sko. Nær hann þarna með superarmöðunni. Hann bara, dagstakið tekur hann þarna út af og Joeseppi fer fyrir dagstakið Joespo. Já, ég reyns að þessi Joeseppi er eitthvað. Það dró þetta virðist eiginlega bara búið fyrir Joespo, sko. Ég líst ekki rosalega vel á þetta, sko. Ég trú að hann Bakker. einu stokki. Já. Og hann... Hér tekur fyrsta leikið með 3 stokk. Frábært spil frá honum. Það virðist vera að Kef hefur náð Joespo smá off guard með Kirby play-in. Ég sé fram á að Joespo gæti náð einhverjum stokkum í næsta leik. En einmitt núna virðast lítið að vera að dæmis þetta sé takk setni. Já, En þetta bara fyrsti leikur. Mér líst ekki alveg nógu vel á þetta, sko. Kefir eiginlega bara búinn að vera að ná að komboa hann mjög vel og búinn að vera að vinna hann í neutral. Þetta er... Já. Ég heldur fyrir að sjá Mér langar að fara að fá svar frá Joespo. Ætla hann bara að leyfa Kifa ráðast yfir hann þetta sett eða ætla hann að taka þetta? Bara... Maður ræður jabið þarna. Já. Stórt F-smash þarna. Sidebeat. Og... hittir hann með F... Annað F-smash. Hann bóksari, sko. Algjörlega maður. Ég held að hann myndi reyna dánirið þarna. Nef þarna, F-tilt. Upper, up-tilt. Hann kláraði mig upp í hennu! Hvílíkt svar frá Joespo. Já, ég veit ekki hvað er í gangi. Hann SD-ar! Sjáum hvort það effekta hann. Hérna Kif með forwarder train. Ok. Reynir fyrir annað F-smash en missi það. Nær smá að panja sig þarna. Komin með hann í smá erfiða stöðu. Kif að rakka upp prosenti. Hittar hann með return á crown. Færa það aftur þarna. Og Kif tekur hann á stokk með forward smash. Joespo pínu að reyna að boxa, að reyna að halda sig öfnir. Það fyrir dánir, missir jabið. Kif að hitta hann með ykkur dánir treinu. Kemst út úr því með forward tiltinu. Forwardir hann. Og hann SD-ar! Hann SD-ar! Verður það þema settsins? Joespo... Joespo! Ég veit ekki hvað það segir þetta takk, maður! Joespo. Joespo. Nei, þetta er svona Joespo, sko, en á ennsku. Joespo. Já. Ok. Örgleika svona þess. Og hann, armmálið fer í gegn. Armarbjörnum. Þetta er mjög jafnt. Þetta er winnable. Þetta er bara allt annað heldur en síðast en ykkur. Hann F-smashir! Þetta er Joespo tekur líkt! Joespo's búinn að taka... Joespo's að svara fyrir sitt. Nú gætir hann að tekið... Þú getur bara ítt á skorið. Þú getur bara breytt í hérna. Já, ok. Já, það er 1-1 eins og stendur. 1-1. Vá. Joespo... Hvernig á ég að segja þetta takk? Þetta er ógeðslega. Ég tek þetta tilbaka sem ég sagði í fyrsta leiknum. Já, algjörlega. Þetta er bara... Joespo að segja að gætir hann að þrístokkað með í fyrsta leiknum, en ég er ennþá inn í settinu, sko. Þeir eitthvað að ræða málum með sviðin. Maður þarf að hugsa mikið það, sko.
Eru þeir að fara á summit? Þeir fara á Town fyrir seinni leikinn. Þetta var pínu skrítið svip, því að Blassonir eru nær, sko. Já, Og þeir það virkar mjög vel fyrir báða karaktera. Já, ég veit ekki til Smash ef það sást ekki í síðasta leik, þannig að þú mátt gera alltaf technical talkinu, sko. Málið með þetta er að Joe's Pole, hann mun vera með meira pláss til að nota projectiles og halda honum í burtu, en þetta mun vera deadly edgeguarding hjá Kirby núna, sko. Ekki vera edgeguarding á Kirby, segir Valdi. Það mun ekki vera edgeguarding á Kirby. Jack, ekki klippa þetta. Ég ætla að klippa þetta. Klippið þetta. Það kefir að byrja þetta dálítið sterkt. Halda honum pínu bara í burtu og hann bara kasta honum mönnum frá liði liða. Joe's Pole og nærma, hana, Kórnu hitti, Afteldu, dash attack. Já, fattu samt. Ég held að það myndi ná svolítið. og hann dash attackar og tekur fyrsta stokkið. En Kif ekki í lágum prosentum. Alls ekki. Gæti alveg náður fyrir að passa sig. Sérstaklega Fyrst að hann er heavy þá er bara hann miklu fyrr, sko. Up til, up er, back er, hann er bara búinn að lappa hann í prósentum. En hann nær stokkinu. Joe's Pose ekki búinn að detta út á leiknum alveg strax. Og hann nær bakkerinu. Hann er bara heilu stokki yfir Joe's Pose. Bakker, eftir, og hann slokar hann út með þessu innan að hitta up svona sem, nærði ekki. Up til, up er, forwarder, þetta gerir svo bilast 86 frá. Þetta combo game er svo deadly á móti sem að hefðis eins og Kevin. Hann er bara sterkir, skilur, eins og hægur að reyna sig, sko. Já, þetta er... Og sérstaklega á móti Kirby, það var það mikið hægt. Já. Þetta er mjög erfið staða, sko. Joe's Pole er svo consistent, Kif meina ég, er svo consistent í combo-gameinu sinni. Hann er bara reglulega að rakka upp bara 70% frá uptiltum, sko. Og klárar þetta með bakker. Ágætlega dominant hjá Kif, en ekki nærri jafn og í fyrsta, sko. Ég hef á tilfinninguna að Joe's Pole að kollekta sig aðeins hérna. Já. Svona anda djúpt inn og anda síðan út. Síðan kemur inn alveg Það er bara nákvæmlega það sem hann er að gera. Fullkomlega locked inn í næsta leik. Hann heyrir ekkert í mér, sko. En það er hann locked inn. Við ættum svo hægt að vera trufla. Nei, við ættum ekki að vera trufla á. Þeir ekki aðeins langar. Við segjum þetta er of mikið, sko. Chattið að segja eitthvað. Ég veit chattið er alveg going crazy. Já, það er örugglega ekki búið að skrifa neitt í chatið, sko. Nei, hvað meina, það er eitthvað allir að segja allt hérna. Það er enginn búinn að segja neitt í chatið. Hversu mikið af viewers er það? Við erum með 9 viewers. Frábært. Ekki fyrir að horfa, kæru áhörvendur. Og Kif er að skipta yfir í Pikachu. Já. Verður þetta verra eða skárra fyrir Joe's Pole? Það er náttúrulega aðeins erfiðar að kombo game á Pikachu, svo fyrir hvert hit þá mun kannski on average vera að fá aðeins minna nema hann sé mjög góður Pikachu. Ég veit ekki neitt. Þetta er svona smá combo og Kirby. Eða þú veist, beginner combo en alls ekki, þú veist, Thunder Loops, veistu hvað það er? Já, það er Nair Loops basically. Það eru allt öðruvísi heldur en Kirby combo game, en þeir eru alveg ákveðið að svipaðir. Þegar þú pælir í því. Já, það er pínu floaty, gott graf. Ég held að hann myndi hitta út á. Hann klárar þetta með aftaldan bí. Joe's Pole að reyna að búa til smá plass. Finnur að skreppa en bara að vera hittir. Hittir forwarder þarna. Missir downerið. Og Kif heldur bara áfram að rakka upp prósentið. Hann klárar og hann er að loka stokkinu með dagstak. Nú þarf hann bara að passa sig frá... Ef ég er Joe's Pole núna, þá vil ég eiginlega bara pínu taka leiknum rólega og búa til smá pláss á milli mín og Kif. Já.
Kif er ekkert að... Kif vill ekkert búa til pláss á milli þeirra. Hann er bara að vera alveg upp í raskafanum allan leikinn. Jab. Já. Forward er þitt. Hann S-jar þarna. Þetta virkar mjög erfitt, ekki ómögulegt samt. Sérstaklega ekki fyrir karakter eins og K-Rool sem getur bara drepið á 50. Ef ég sleppi smá, never say never. Never say never. Málið með K-Rool er ef þú spilar spilin rétt þá ertu oftast að lifa til svona 160 sko. Kif segir að það skiptir ekkert máli því að hann ætti bara að gera 160 damage hverju kombo. Nei, hann S-stíjar þetta! Joe Seppi bara, að Joe's Pose bara alveg komin aftur inn í leikinn. Hann virðist vera að knepa sem. Já, bara hafa mjög stórt lít og S-10 og síðan bara allt inn og jafn. Kif er bara fljótur að svara fyrir sig og búinn að rakka upp að daldi próstuð í advantage núna. Hittar hann með F-smash komin aftur með hann í offstage. Hann er bara búinn að vera. Reyna að fá nær dragdown eða missa það. Nær dragdown, down smash, missir það. Joe's Pose nær fyrst stokkinu á hann þessu. Eða fyrsta hittin á stokkinu. Ok, hvað klappi ég það? Ég held að þetta myndi hitta, það hefði verið... Kif, og Kif nær honum með forward smash. Og hann tekur settið og kemst áfram í losers. Tekur Joe's Pose úr mótinu. Þetta er byrjað. Ég var að reyna að fá Joe's Pose á mækinn. Já, fá Joe's Pose á mækinn. Til ég að koma á mækinn? Já, væri til í að intervjúa sko. Svo að... Má ég spyrja það svolítið? Nokkuð flutningar? Þetta er Jói Spói, Jói Spói? nema á ensku, ekki Giuseppe, Joe Seppi. Ég er bara búinn að segja eitthvað sko, það er einhver gæi sem heitir Giuseppe og ég hugsaði bara það sko. Ég hef séð það. En, þú veist, þessi fyrst Game 1, þetta var mjög erfitt, þrístokkaður. Mér leiði illa sko. Já, ég veit. Mér leiði illa, ég þurfti að rífa mig og... Og þú gerði það í Game 2? Ég gerði það. Og ég vil bara svona pínulega spyrja þig, þú veist, hvernig var hugarfarið þitt í Game 2? Sko, ég spila ekki Smash mikið. Nei. Ég ætla að segja það, ég ætla að viðurkenna það. Það er ekki nóg gott. En ég er svona stoltur með hversu langt ég fór. Algjörlega. Og ég var bara, alltaf tíma var ég að hugsa. Það væri betra að ég myndi koma lengur. Já. Þannig, ég bara reynda að halda áfram. Já. Halda áfram. Algjörlega. Það er rosalega mikilvægt sko. Já. Og Kif spilaði betur í dag, en þú gafst okkur alveg almennilega sett sko. Já. Ég segi það, ég put on a good show hérna. Algjörlega. En núna þarf ég að fara að spila. Já. Og skaði mér góð geggis. Ég ætla bara inn með mækina. Langar að vera kommentar. Hi guys. Eiginlega ekki. Alex. Þú taka við það. Ég get ekki, ég veit að það eru á kommentar í. Fyrir Juice. Jæja. Það var að hérna Aldis og Þórum á mækinum. Yeah, hey guys. Næsti leikur, spurning þessu var hversu mikið sláttur þetta verður. Ekki segja það. Við Tempo tölum við er alveg Tempo á góður. það og Tempo sagði að hann hefur alveg séns. Hann hefur Í trú. djúskið, hann hefur trú. Ég hef trú og hann hefur trú. Ég er bara aðalega spenntur að sjá bara að Alex kann ekki að skrifa inn. Hættu. Það er þið aldrei að skrifa. Feilaði Ég er að læra. í leikskóla. Það er spurningin. Heldur að Juice sé að taka út Mii Swordfighterinn? Ég hef heyrt það. Hann er búinn að vera að æfa nýjan karakter. Og ekki með rjókum, ekki sant? Ég hef engan. Sýnist hann vera að taka út Swordfighterinn. Afsakið það smá technical difficulties. Já. Held að Kjuski ætlar að spila Mii Swordfighter í dag. Hann er búinn
að æfa Zero to Death þeim. Hitti það einu sinni á mig þegar við vorum að spila. Þetta er alveg nasty combo, sko. Spurning hversu hátt hann mun fara á tírlistan eftir þetta Discovery. Það er að vera ætlið, sko. Sumir segja að maður myndi meira að vera top tier. Þetta er svona, það er backer mínus 3 bókstæðan bara, það er basically frá. Þetta er klárt backer basically, smá minni en annars bara nánast sama múli. Þá byrjar leikurinn. Það er Rob vs. Meesword fighter. Það er bara góð til nýjum hérna. Svona sjörginin inn, þessi sjörgins eru mjög erfið að díla við. Nei. Finn tók ekki komboið. Mun hann á edgekarta? Nei. Það er eiginlega ómögulegt að almennilega edgekarta Rob, hann kemst alltaf aftur. Áttur að kalla því, backinu fyrir auka momentum hérna. Clutch airbox hérna. Hérna er það sem ég var að tala þessi... Þetta er rough. Það er auðvitað að spila á móti eins góðum player og Juice. Já. Boss upp á sætinu aftur mikið ennslag samt. Airdoxa mjög mikið að legendum, það hefur virkað bara mjög vel fyrir hann, svo það. Komast fram hjá þessu hættulegu downi í svöldum hættulegri. Og shield grab er rétt, svo hittir ekki. Er þetta? Nei. Vinnur því ekki til. Mixa upp á skjöldinum hans smá. Hann náði því. Ok. Even stocks, svo má procent lead, en hérna kemur inn málið. Hann er alltaf að hafa procenti fyrir Zero to Death. Hann verður bara undir stageið. Downsmassið Ragnar hann veit svo. Ok. Já. Mikið að náttúrulega forvölderi á sjörökinu. Þeir ekki fyrir kjöpnumförðum. Ekki núna, eða þetta, ekki þetta skilji. Þetta var close. Það er að Tentacle næröðu stokki. Dairon hittir rétt ekki. Rob hefur sjálfur zoning tools sem hjálpar hann svolítið við það. Það verður ekki alveg walled out af þessum shurikens. Buffer air dodge. Game 1 fyrir Juice. Þetta er ekki losers. Það er góða fyrir Tentacle er hérna. Þetta er winners. Sem þegar að þó að hann tapar hennar leik, þá kemst hann ennþá áfram. Og eins og það sýnist að Tentacle hefur alveg góðan sjens að komast í topp 4.
vesen á streaminu hérna. Ertu búin að brjóta með? Nei, hann virkar. Nei, það er bara ekki það sem ég sé. Nei, það er bara að læsa allt þitt. Afsakið þetta. Við biðjum afsökunar áhorfendur. Ég vil að þið. Ok, prófa. Nei, ég get ekki deactivate, það getur fokkað í leiknum. Nei, sko, stundum það getur verið að detti út skjárinn hjá þeim ef ég... Úps. What? Hvað er þetta? Já, ég veit ekki að ná því. Hvað er stúdíó? Það ætti ekki að breyta það neina. Ég fyrir í stúdíómód. What the hell? Af hverju leggur þetta? Og núna getur þessi. Getið beðið með næsta leika en það er smá streamvandamál. Sko, það er að virka, það er bara eitthvað. Veistu okkur þetta er að gerast? Það er lítið af svo þetta nýju vídeo. Já, ég gerir það bara. Já, gerðu það. Það virkar oft, ef það virkar ekki þá getur við þá ættir að geta farið og tekið þetta úr sambandi og sett það fyrir það getur gott. Já. Síðan Þarna. En það er samt, það var næst, já. Juice Kid bjargar deginum enn og aftur. Allir klappa fyrir Juice Kid. Hver var hann að leika aftur? Ég. Já, ok. Já, menn ég að breyta dóttunum þannig að það hreyfist. Já, setja aftur á monitor, já. Afsakið það. Við biðjumst afsökunar, kæru áhorfendur. Þetta var alls ekki ætlunin. Við kennum Elgato við elskum samt Elgato. Þú ætlir ekki mér að kenna það. Já. Hvernig var þetta þér að kenna? Hvað gerðist þú? Ég eitt á ætla þetta. Ok. Eða örugglega. Já, ok, ég ætla að byrja að kasta með þér aftur, Aldís. Ok. Kastur hann inn, er þið fyrir þér? Nei, semi-final. Semi-final. Já. Svo er winners finals og grand finals. Já. Ok, til þess að minna ykkur á, þetta er að kasta með núna er Aldís og svo ég valdi, ég spilaði áðan, tapaði og hér höfum við Temtigo og Juice Kid að spila Winners Semi-Finals. Staðan er 2-0 fyrir Juice Kid eins og stendur, hann er að spila Mii Swordfighter, við erum búin að æfa nokkur combo og Temtigo er að spila Trusty Rob. Þú sá Juice Kid hittan hinn síðast rétt núna en við sáum hvað hann hefði. Never say never, sko. Ég var að setja hraðin. Grab the biscuit. Hér er liður og líka spinn. Ætla hann á að recovera? Nei, ekki að recovera. Þessna sjálf. Klifagangur. Nei, leysa hann ekki. Það er aðeins að bakka hann. Lífið aðeins upp. Það er bara að vera að juggla hann, hann er góð, airball sem þú kostar burt. Það er ekki að gera það, það er svona góður að hugsa.
Beyblade drastur hérna. Gyro. Hvað sagði það heitir? Gyro. Gyro, Ég alltaf að segja það sem Beyblade. Ekki mjög betur. Og Juice er komin með Thunderbolt 1 stopp. Gæti það verið 3 stopp leikur. Það mást þessi. Gott shield. Alveg volleyball. Juice getur 100% í killið en Juice getur aðeins á grítið, en hann er fullt af þessu. Hún er búingrað í þetta kill, hann kann það ekki. Juice, já, Sæfja kemur til að opna þetta laserinn. Nei, SD frá Juice. Even stop. Gæti verið að Tempo, gæti hann komið með comebackina. Þetta er tækifærið hans. Kemur með Tækifærið til Tempo hérna. Low starta, aftur upp á stage. Þetta er rétt. Komin í mjög hættur af prósentu. 1 gott Það tap. er Gyro, en það er mjög erfitt. 1 gott tap og Tempo er leik. Þú getur missið specialist en það er rampinu. Er þetta endalógin fyrir Tempo? Já, það er með hérna prósentur. Kemst upp í ledgið. 80% aftur gefandi. 100. Og aftur þið. Draumurinn deyr, Juice Kid tekur þetta. Þetta var leikur. Er ekki náttúrulega komið til það með það? Ha? Er ekki komið til það með það? Ég get komið það, ég get að Tempo að það komið til það. Já, þetta ekki. Ok. Hann fór bara. Ok, þessi næsti leikur... Svo þetta, það fóru 4 þegar ég fór. That's crazy. Það er það. Hver er á móti honum? Já, Aldís Þór í Winner Summers. Á ég að reporta þetta? Eða... Nei, það er ekki hægt á þessu, þetta er upp. Ok. Já, er það? Nei, þú ert ekki lokaður. Ég er ekki lokaður inn, það þarf að gera á hinni fartölunni bara. Já, gerði það bara henni. Ok, á er það... Þessi leikur er Aldís Þór. Það verður interesting. Já, þeir spila ógeðslega mikið saman þeir, þú veist. Þór náttúrulega á ekki Switch og hann hefði eiginlega bara alltaf heim til Alexar að æfa sig, sko, svo að þeir hafa rosalega mikið matchup experience mót hverju öðrum, sko. Það er ekki skrifað svona, ég held það. Jú, svona. Jú, ok. Oh my god. Niður með þig. Þannig. Og... hægri með... 0. Hvað finnst þér um Mii Swordfighter? Hann var flottur, sko. Já, hvað þú voru sætur og setja kærustunum sína sem takk í sig eitt. Það var leiðinlega mörg SD-ana í síðasta leiknum en þú tókst það samt. Já, þetta var svona takk, sko. Pínu greedy, en ekki ekki. Hvað, má maður ekki vera smá greedy? Ég sagði aldrei það. Nei. Stríður? Já, bara... Nei, þetta er alltaf. Þetta er rosalega svona... Það sem ég hef séð af þessu matchupi á milli þeirra, það er rosalega back and forth því að, þú veist, Arsene kemur út og hann bara hleypur og, þú veist, Diddy bara hleypur út allt. Já. Og síðan, þú veist, þegar Arsene er farinn þá er það aftur orðið even, einhvern veginn. Já. Svona slightly fyrir þess. Þú veist, málið er, hann getur bara, þú veist, þegar Diddy komir off stage, hann er að chargea uppi og þá getur Joker bara hitta með gun og það bara cancelar uppi hans og hann dettur svona 5 fett niður. Já. Og ég hef alveg séð nokkur setti á þeim enda þannig að leiki með þeirra
Þetta er samt fyrsta settið sem þeir taka á móti hverjum. Það verður athyglisvert að sjá, sérstaklega því sem það myndist á. Hvort það verður jafnleik eða rúst, maður veit aldrei. Ég held að það verði alveg mjög jafnt, sko. Það er svolítið að fyrir kastaði staðan fyrir mig. Ok. Ég er ekki með sömu orkuna ég var með í byrjunum á streaminu, sko. En ég er svona, þetta er örugglega mest spennandi settið sem ég er að fara að kommentata í dag, sko. Verstu að þurfa að gerast bara í winner semis. Náttúrulega, ég myndi segja að þetta séu, þú veist, 2 af 3 bestu spilarunum á mótinu og þetta verður pínu curse að setja eitt af þeim í losersin og snemma, sko. En, já. Þetta matchup getur verið rosalega volatile fyrir báða, sko. Því að, sérstaklega fyrir Diddy. Ég myndi segja að þetta sé aðeins meira winning fyrir Joker, sko. En þeir hafa spilað þetta matchup svo mikið. Þeir vita örugglega eitthvað sem ég bara veit ekki um þetta matchup, sko. Ef ég myndi gíska hvernig matchupu færi þá myndi ég örugglega segja, þú veist, -1 kannski eða fyrir Diddy. Fattar þú? Þeir eru að taka sinn tíma að velja sviðin, það er mjög mikilvægt, sko. Þeir enda upp að því að fara á small. Verður að breyta controls eitthvað. Já, hann er ekki með GameCube. Alltaf byrjaði minni mig á Pro Controller en fór síðan yfir í GameCube og... Ha? Hann hefur alltaf verið í GameCube. Á hverju eru þá stillingarnir þínar ekki rétt ár? Já, skrítið. Hann veit það ekki. Joker spilarar. Þetta er búið að vera fínt móti á okkur. Sorglega komst enginn fyrir sunnan, en það er bara stundum svoleiðis maður kemst í á allt. Þetta verður... Ég hef high hopes fyrir þetta sett, sko. Þetta ætti að vera eitthvað gott. Þetta er bara rivalry in the making, sko. Þeir spila svo rosalega mikið í það móti hverju, en það er bara... Þetta hlýtur bara að vera gott sett. Hérna byrjum við settið. Byrjaðum að opening frá Banana. Reynar að halda læsstæppinni. Gerir það frekar vel. Komum þeir í pínu svona neutral situation. Þetta er... Trúi að Diddy hafa það kannski aðeins betur neutral heldur en Joker því hann er svo mobile. Erfitt fyrir Joker að fá grassbáðinu. Núna er Alex komið með Arsene og... Núna þarf það að pínu að byrja að passa sig, sko. Sérstaklega á hann, hann er að reyna að flýja hann, maður. Downtiltið þarna, hann gerir svo mikið damage í Arsene, maður. Losa var bara svona... Back and forth, hann SDR! Þetta er huge fyrir Alex. Sem var ekki með bestu byrjunum á þessu. Ég sá hvort að Þór getist bara lagað þetta og svara fyrir sig. Getur sidebeat komið með hann off stage. Reyna að halda ledge-trappinu þarna en
nær að halda af. Hoppar af sætbíinu og nær Alex komin aftur í núnsvöld. Alex náði nokkur góðum hitt svona. Frame trappar með uppernu. F-tilt. Komið hann aftur. Neður. Þeir eru komnir aftur í núnsvöld. Nerar hann þarna. Alex bara kom með daldið svona gott grip á núnsvöldið með núna. Leðið ég segja, það tapar hann. Reynir að ná hann með upptiltin en það var svona vandræðan að taka skott og leið og ég segja það tekur hann stokkinu af svona sínu. Nú er bakkerið, upper, bakker. Setja smá próst á Alex. Hann gæti byrjað að ná að jafna prósentin á bráðum ef Alex byrjaði ekki svara. Hann er að hitta dánirið en það er óhægt úr out of shield. Komum með Arsene hérna. Hitt hann með sætíinu. Og hann F-smassar hann á 74 miðin og segir hann drepur hann. Jísus hvað þetta er góður karður. Jabið þarna 21%. Alex kom með aldrei solid. Hann perjar bæði hittin og punnir saman með eftir. Sætíið þarna búinn að vinna núlsólið og komum með smá let's step sequence. Hann missir ledstrappið og Alex búinn að reset með núlsól. Ner, bakker. Gun, ég held að hann myndi nokkan úr gun. Nokkan úr uppíðinu. Sætbíð hérna. Þórir virðist. Þeir eru að hafa smá vandamál með að loka þessum stokkum sem hann er að taka. Þetta commentators curse maður, þetta er bara leið og ég segi eitthvað. Aldis að taka þessu pínu saman hérna. Alex með banana í hand, vinnar að kasta, ég hittir hann ekki. Spot á sér grabið og kasta hann off stage. Það er öðru grabið og búinn að resetta hann aftur inn í. Og Þórir nær smá reversal og er komin aftur inn í núlsvöld. Og hann nær hann með upp í henni. Reynir að spotta sig en fær það ekki en staðinn fær hann Arsene og ef ég er Þórir núna þá myndi ég alveg vera að pissa í buxunar. Arsene er svo ógeðslega sterkur og hann næri þessu undir sviðinu og hann er að time-waste það. Oh my. Þórir er pínað að reyna að taka sinn tíma og reyna að láta Arsene renna út á meðan hann svo hann geti lifa lengur. Alex er bara pínu desperate fyrir killið og langar að klára hann að leik snemma á hann getur. Það er rosalega mentally taxing að þurfa að vera í þessari stöðu. Fyrir báða spilara. Bara eitt hit hjá hana Aldis og bara eitt mjög gott hit hjá Þórir og leikunni búinn. Og hann nær fyrsta leiknum með bakkerið. Og Aldis tekur fyrsta leikinn. Þetta er rosalega svona. Ég veit ekki hvað ég get sagt þetta matchup sem er ekki búið að vera sýnt nú þegar, sko. Bara mjög solid spil frá báðum spilurum. Þetta er rosa svona. Já, þetta er bara. Ég veit ekki hvað ég var að segja, sko. Ég er alveg týndur. Þannig byrjuðum við game 2. Þórir kom með smá. Hann gerði piss in your mouth komboið. Funny monkey pisses in your mouth komboið. Alex fljótur að svara með góði solid damage. Arsene kemur út. Núna er Þórir alveg að pissa í buxuna. Eftirlið. Aldis nær banana og finnir að halda ledstrappinu. Hann fer off stage óvart.
en næra rísætningum sko. Þetta tekur uppsmessið, drepur ekki rosalega vel og hjálpar ekki heldur að hann sé á tán þar sem að blassonið er svo rosalega hátt uppi eins og sérðu þarna. Dragdown forward er ekki tilbúin, nær bara á eftirfylgni. Seedrop nær, reynir að komboða meira en næði ekki. Mjög nálægt að taka fyrsta stokkinn. Og hann tekur orð upp að nenn og missir uppið. Þetta svið er vissulega mjög gott fyrir það að ef að Þórir er á ledginu þá tekur svona langan tíma fyrir, og hann fer undir þá tekur það Joker svo langan tíma að koma hinum meginn svo það er örugt að time waste á þessu. Þórir virðist sem hann hafi alveg fínt kontról á þessum leik en þarna tekur Alex stokkið og þetta er alveg nálægt í að vera jafnt sko. Þórir er að taka sem tíma að reyna að láta Arsene reyna út. Hittar hann þarna hverfur Arsene. Alex approacha með downer. Þórir nær hittinu. Ef það vart Alex núna þá viltu bara alls ekki tapa þessum stokk, reyna að ná extra credit á honum á meðan þú hefur hann ennþá. Mér down frá forwarder og hann hittir hann þarna með sidebíinu. Mér downer forwarder. Alex er ná að halda honum frekar vel offstage í bili. Reyna að minnka með unnið aðeins. Þá er hann með solid grip á þessum leik samt. En bráðum kemur Arsene út fyrir Alex og nær forward frá henni þarna. Þarna fær hann Arsene. Arsene náttúrulega er svo rosalega sterkur, hann geti alveg tekið stokkinn hérna bara eins og það er núna sko. En Þórir lokar hann niður og heldur stokkinn sem var 66%. Nær þessu hitti þarna og næstu kom með Arsene aftur. Hann kom með Arsene. Þórir er bara alveg sama. Hann bara heldur bara áfram og hefur þessu verið að virka. Banana jab, því að það var aerial og svona. Aldis þarna með bakkerið. Ef Aldis tekur stokkið bráðlega þá er hann ennþá vel inn í leiknum sko. Dettur hann að tvisvar sem Banana, það er ekki það sem við sjáum á Aldis. Hann er að hitta gun þarna en missið það. Þórir er búinn að lappa 9%. Hittir F-tilt á það. Reynir að hitta bakkeri en rétt svo missið það. Þessi tethers eru svo sterkur recovery options. Svo fær fyrir sidebíð. Grípur Peanut, reynir að kasta í hann. Missir. Hittir hann með Banana píl þarna og confirmar það í sidebíð. Hittir hann með F-tiltinu og sendur hann hinum einu sviðið. Alex hérna tekur setna stokkið. Þetta er mjög erfið staða fyrir Alex að vera í Aldis að vera í, en ég hef alveg smá trú á honum sko. En hann er bara einu hitti frá því að deyja hérna. Alex er bara að spila fyrir það. Og Þórir tekur seinni leikinn. Þetta er bara búið að vera svo spennandi sekk. Ég er bara pínu svona stonvokt. Ég veit ekki alveg hvað ég á að segja sko.
Þeir fara aftur á small. Voru þeir á small fyrst? Ég man, kannski voru þeir á battlefield. Það skiptir ekki máli. Joker. Þegar hann byrjuði game 3. Þórir byrjar með smá opening en Alex fljótur að svara tilbaka. Fer fyrir smá string hana og missir down to 2. Komum með hann í smá ledge trap sequence en Þórir vinnur aftur neutral og búinn að reversa. Nær Arsene þarna. Þórir pínir bara time waste þarna og reyna að býður eftir því að Arsene renni út. Og hann high profilear downsmashið hans eftir upsmashið. Þetta var svo tæft. Sáu allt þetta shieldance sem hann gerði samt því. Nær grabinu out of shield þarna. Upgun til að punisha þetta. Þetta var örugglega eina hittið sem hann hefði getað fengið í þessari stöðu fyrst að hann fór yfir gunni hans. Bakker þarna. Kom með banana kastanum. Fær bara svona 5% fyrir þetta en það er betra að hann fá 5% fyrir það heldur en að Diddy Kong fá að hafa þetta í hendi. Alex næstu í afturkomin með Arsene. Þarna fær Arsene. Núna með Þórir örugglega late hike. Hann hittir hann næstu í með banana. Þannig byrjar Þórir að reyna time waste aftur. Jesus. Hann missir. Hann tapar stokkinu svona og hann bara svarar strax aftur. Við erum komin í 2 stokkar á hvern. Það eru fljótur að make up fyrir mistökin sín. Komin með smá string hérna. Búinn að gera smá próstumun en down throw backer. C-drop down. Þórir er bara allt yfir hann sko. Mjög promising stokk hjá Þórir. Gott performance. Sérstaklega að bánsa svona back eftir þetta SD. Kannski er hann ekki einu svona pæli í því. Alex er að ná á smá upper dragdown dóti en missa það rétt svo. Alex pínur að reyna að hægja pacing niður en Þórir virðast bara vilja hægja það niður líka og þeir eru pínur bara skiptast á hittin núna. Það er ekki nógu gott fyrir Alex fyrst að hann er með svona mikinn próstumun til að make up fyrir. Alex á 180%. Það er upp í henni þarna í gegnum. Punisher ekki jumpið. Reynir að halda center stage. Hittar hann þarna fyrir 50 dance. Þarna klárar Þórir seinna stokkið hans Alexar. Nær sætbíðinni. Nei, nefn það. Reynir fyrir rítið en missaði rétt svo. Þórir bara að reyna að fara fyrir tíma. Nær sætbíðinu þarna komið reynir fyrir downer en missir það. Alex að reyna að finna hittið en er í smá vandamál með það. Nær backerinu þarna. Góðin með advantage. Þórir fljótur að svara aftur og reverse. Hittir hann með backeri og tekur game 3.
Þór að banna Pokémon Stadium 2 svo hann hafi betri leiðist til að time-wasta þegar hann þarf að díla við það sen. Ég verð að segja, Þór búinn að vera með mjög gott adaptation við Joker sem bara karakter. Það búið að vera mjög gott hjá hann. Og Alex búinn að vera alveg ágætlega solid í að reyna að svara fyrir sig. Búinn að skipta allt. Sjá hvað gerist eftir það, sko. Komin í hvíta og rauða áltið, sko. Þóri byrjar þetta með fljótu side B og næri síðan einu uppberið þarna uppi. Fer bara off stage til að reyna vera ekki juggulaður. Alex að reyna að halda sinni stöðu í þessu og down throw forwardir smá góð prósta. Þóri eiginlega fyrir að skipta svo hratt ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að segja. Down throw backer, Þóri kominu með advantage. Reynar að hitta smá á side B þarna en missi það. Þóri strax búinn að búa til smá prósitmun en alls enn svo sterkur að tekur hann enga stund að make upp fyrir þetta. Tapar alls enn þarna. Reynir uppbyrðið þarna, missi það. Sildaði frá backer. Down tip for order. Hittar hann þarna, næstu búinn að ná bakkarinu. Forwarder. Reynir að ledge stompa en missa. Alex dettur bananan. Nær neyrinn þarna. Og þarna tekur Þórir fyrsta stokkið. Ekki of stórt úr munur, en nógu stór svo. Nær dánurinn þarna. Reynir fyrir forwarder en missa. Þórir að nota gott movement og kunni bara reyna að hrista hann af sér. Disadvantage hjá Diddy Kong svo sterkt. Sérstaklega á móti karakter eins og Joker sem hefur ekki rosalega gott uppur til Joker-lanum. Komin með af senn. Mjög hættuleg staða fyrir Þórir enn núna. Nær down throw og uppur. Þannig tekur Alex signa stokkið, búinn að jafna þetta. Í stokkunum að minnskosti. Hefur samt mikla minnu að gera til að make up prósitin. Nær down tip, C-drop out of shield. Nær bakkerinu þarna og hann bara búinn að nærðu í lappan. Flott eitt komboð af Alex. Aldis. Down throw, backer. Og hann dánir hann! Og hann tekur settið! Ég minn eini! Þetta var... Hvar eiginlega músin? Vel spilað frá báðum spilurum. Núna færum við okkur yfir í Losers. Þar sem að við höfum... Ég man það ekki. Þórir, komið smá interview. Blessaður maður. Blessaður. Hvernig líður þér með þetta sett? Mjög vel. Já. Ég og Alex náttúrulega, við erum trainingpartners, við spilum mjög mikið saman. Já. Þannig að við erum rosa mikið búið að, við kunnum á hvort annað. Algjörlega. Og það rosalega bara eftir degi hver vinnur. Oftar þegar við spilum friendly, sko. Algjörlega. Ég var feeling myself þarna, sko. Já, það sást. Ég var að spila henni best og nörvin bara náði ekkert í mig. Nei. Ég bara aldrei staðinni betur á móti, sko. Algjörlega. Það rosalega, einmitt, sko, það rosalega mikið hversu mikið nerves og,
líka confidence getur impact á gameplayið. Því að þú veist, þegar maður er confident þá byrjar maður bara að reyna eitthvað og þú veist, kannski virkar það ekki en þegar það virkar þá dribbur ykkur á 43. Já, nákvæmlega. Var þetta C-drop down throw eða var þetta venjulegt down throw? Bara raw down throw. Raw down throw, down air. Þannig að ég er búinn að vera að labba út mikið að vera að fara undir stage-in, þú sást mikið SD-aði vissulega tvisvar á því. Nei, einu sinni. Bara einu sinni. En það hjálpaði mér rosa mikið með að geta bara stólað át Arsene svona. Einmitt, það er það sem ég tók mikið eftir sko. Ég er bara virkilega fer á defense þegar Arsene kemur út því það er ekki sens að ég er að fara að brawla á móti Arsene. Þegar þið eruð í skarpinu á móti Arsene þá sá ég það mikið að þú varst samt bara að hunsa Arsene. Já, maður má náttúrulega ekki vera ofhræddur við hann því þá ertu bara að gefa hann free stage control og bara free hits. Þú ert samt að skreppa sko, en þú ert bara að passa og gott að wastea tímanum. Þú ert alveg bara shaking. Já. Þetta var bara... Ég er stútfullur af koffíni í dag. Já, Já, það var bílað! Hann perjaði bæði hittin að áður. Smá aura-forming, smá bara... Þú veist, til að hitta líka með eftir á 43. Þegar ég var að koma í þetta set, ég var mjög hræddur hann myndi gun-cheesa mig. Já, ég talaði það fyrir setið og þú veist, ég held að þetta myndi vera betra matchup fyrir Joker en Diddy Kong einmitt bara, hann er rosa góður í neutral á móti base Joker. Já, mjög. Það er rosalega counterbase sem þú sýnir, það er svona, ég myndi segja að þetta væri meira eitthvað even ofta nú. Já, við erum búin að vera að stúdera þetta mikið af því að þeir báðir geta bara sprungið hvort annað í rauninni, sko. Já. Hverjir eiga það að spila núna svo? Þetta var episkur leikur. Þetta var skemmtilegasti leikar á Smash sem ég hef bara spilað í. Þetta var ógeðslega. En það gerir, tökum við, 10-12 getur þetta var samt rosa even, bara allan tíma, sko. Ef við ekki frekar að spila þá næst? Ég var alveg locked in fyrir þannig. Ég þarf að vinna hann Alex, sko. Við erum training buddies, ég má ekki leyfa hann að vinna. Þetta er einmitt. En kannski hitta hann í Losers Finals. Já. Það gæti vel gerst. Ég er eiginlega að sjá rematchið, sko. Það gæti farið hina leiðina. Það er pizza eftir klukkutíma. Pizza eftir klukkutíma! Pizza! Sjáu hvað þið Reykjavík eru búin að missa af, sko. Það er free pizza. Sonur's Paradise would never. Would never, will never. Ekkert heit á Sonur samt. Fullt af heit á Sonur. Það eru bara 3 ára að horfa hann. Það er ekki gott, sko. Samt takk fyrir ykkur sem að að horfa, sko. Þið eru real ones. Þið eru real, sko. Þið eru örugglega mest líklega bara einhverjir hérna inni, sko. Maður verður svolítið að kommenteita, sko. Maður verður svolítið að kommenteita eins og sem 100 manns að horfa. Hvað er inni? Það er Kiwi. Það er Kiwi og... Alex, disconnecta fjárstýringuna þínu. Já, disconnecta fjárstýringuna þínu. Disconnect your controller, mate. Stæðan, býðið smá. Þú virkar ekki að breyta nöfnum þeirra. Resetið. Þetta er sensar. Ég láta það að reseta því að ég hlusta ekki á mig. Geti ekki fyllt fucking... Geti ekki fyllt basic... Bara basic fucking... Basic fucking... Ég var championin. Já, basically. Það er í Remax. Ég er að fara í Persumóti og síðan er ég... Og síðan alltaf ef að hann Alex vinnur næsta þá mun við hittast í Losers og það gæti við Remax. En náttúrulega það breytist það mikið þegar hann er að dabla ef hann hefur þetta náttúrulega núna. Já, ég er til. Hvernig heitir það?
Já, já. Máðu mér? Já, algjörlega. Þetta var svona, já, hann bara rétt svona. En hérna, heyrðu, núna byrjum við Loser semifinals, já, eftir að breyta því, Jesus. Ég veit ekkert hvað það er. Já, Þú var 10 ára. No joke. World famous English. Farðu bara. En hérna erum við loksins byrjaðir að kommentata Losers Finals. Er þetta semifinals? Þetta er ekki semifinals, þetta er finals bara. Já, þetta er bara Losers Finals. Ég er ekki gefið þitt. Það er að horfa heima. Wow. Dánir. Dánir? Oh my god. Annað? Nei. Nei, hann bara klárar það svona. Þetta er huge fyrir Kif. Hann Kif hefur gert þetta margóttunni. Hann er mikið fyrir því að fyrir Dánir. Þetta er örgulega bara uppáhalds strætti hans. Þetta er ógeðslega gott. Þetta er eitt af betri hlutum sem að Kirby hefur. Já. Og hann hefur ekki mikið að góða hlutum. Hann getur alveg skrappað í close range-inu, en fyrir utan það hefur hann ekki það marga styrkleika meðan við veikleika. Já, en þú veist, hann hefur bara vandmáð með að approacha. Já. Ég þarf alltaf, ég veit ekki hvað er hjókið á brakkinu þegar, sko. Þetta er röff byrjun fyrir Pentagon hérna, en þetta er best of 5, svo. Og kannski nær hann bara even out leikinn og taka. Já, þetta lítur ekki rosalega við. Og hann Þarna, bara bakkir bakkerinn. hann þarna. Þetta er við hlutum, meina- hann er svo light og bakkir er bara weight. svo ógeðslega sterkt, sko. Weight difference af þessum karakterum er svolítið vel stórt. Hann Robin náttúrulega mjög heavy. Kif er bara svo solid í Hann er búinn að vera að sína rosa góða stöðu í dag. Sérstaklega með combo-finni sitt. Já, ég Og myndi notið- að sé þau. Bara, ég var að spila með hann bara Friendlies í gær og hann hefur strax bara síðan í gær virkilega bætt combo-gamið sitt og bara... Eitthvað, Ég held að hann væri að fara fyrir jab-lock þarna. Já, ég líka. Það hefði verið alveg mitt. Bara F-smashið. Ok. Hann hefði bara ekkert að flatta það, hann bara ákvað. Hann ákvað að smessa í hann. Jæja, fyrsti leikur Engin fyrir myrkir, Kif. sko. Kif tekur fyrsta leikinn. Og þetta er Losers. Svo Þetta er Losers. það sem er, Gabba hennan er bara farinn, sko. Já. Hvaða stage hefur þú séð? Það er best fyrir hvort hérna. Sko, ef ég er Stungo þá vil ég hafa mikið pláss til að recovera hæg. Já. Því að hann er með mikið að jumpa og hann getur verið lengi í loftinu. En já, En hann næri ekki hátt upp hratt. hann er ekki bara átt upp. Það tekur hann langan tíma að komast upp. Mörgum jumper. Og ég myndi vilja reyna að halda mig meira í hluftu frá honum í lúsinu. Já, svona nú svolítið. Því að það er það sem Kirby strugglar virkilega. Kirby hefur svo mikið vandamál með að approacha. Hann hefur enga leið til að virkilega komast inn. Því hann er frekar hægur og hefur frekar lítið range. Já. En hann Kif finnist bara að vera Kif er bara alveg saman það. Já. Jæja, núna er Pentagon kominn smá að bíða aftur. Even game. Með gyroinn úti. Frekar gott, nú svo spilaði Pentagon. Já. Við lerum svo sett þess, mistast fyrstileikum, það var mjög mikið bara Kif að hafa of léttan tíma með að komast inn og síðan bara hitta hann virkilega hard. Já, Síðan þegar Pentagon var að spila vel, þá var hann bara að ná að halda núttum. hann sýnir núna að hann er búinn að smá meiri lokka niður snúðleika að bara halda hann burtu, bara svona hann út með projectile-inn og maður vill ekki lefa Kirby að komast inn á hann. Hann gerir mikið damage. Ég myndi að nota meira meiri ef ég var Kif, því að það er svo stórt. Þetta er massíft sko og einu veiklingin við þetta move er að það er parryable. Það er spurning bara hvort að Kif sé með timingin á því. Ó, hann er stíðað þarna. Rosa erfið leið til að tapa fyrstu stokkinu. Kif er ekkert að kvarta með þetta. Hann er stokkinu tilbaka. Fljótur að svara þessu. Hann er even aftur. Ég var að ná það komboðið, missa það þarna en. Aftur, forward test. Góð með hann í landstættu. Dash-takkar hann.
næstum því með hann í 70% og Tempo er hátum, hann kom með að svara Já. með afsmæslu. Þetta lítur út til að vera að ganga bara mjög vel fyrir hann Kif, hann búinn að... Hann rennur út úr fjúr þarna. Þetta mjög erfið staða. Síðan getur hann bara gert Gyro út síðan Já, vissulega. Þannig að sáðan hann var að byrja smá down tilt chainli. Já. Ég held að það sé hann er ekki að vera að nota down tilt þessi þetta var svo mikið í þessum sendi. Já. Kannski... Ekki downtilt, ekki meir og ekki nógu mikið ferlýst. Kannski hann ekki besta headspace-un eftir að hafa SD á nokkru sinni. Það alveg erfið staða. Já. Það tekur vill á moralum hans. Ég man þegar ég var aðeins yngri og ég var að keppa í... Hann er ekkert fastur í hlutum. Nei. Hann er alveg að ná þessu aftur. Ég man eftir, ég var bara í eitthvað fyrstu settum minn í Loser sem móti Eigiru og ég SD-aði þrisvar í síðasta leiknum okkar. Það er hvernig ég dott úr mótinu sem veit. Það var mjög svipað hjá mér á fyrsta mótinu mínu. Ég var komin í top 8 og ég var að spila móti Lenn. Já. Hann var að spila Mewtwo. Ég var að standa mig mjög vel. Síðan bara byrjaði að choke hann. Það Diddy Kong er mjög auðvitað karakter að SD-a. Já. Rob er alveg ágætlega hefði, sko. Já. Hann getur alveg tekið þessi hitt, sko. Þessi leikur er alveg vel góð. Hann veit alveg upsmash. Þetta með þessu weight difference þá þetta eiginlega bara even. Þetta bara eiginlega even game, sko. Náttúrulega Tempo með stage control hérna. Hann búinn að ná moraleinum upp og... Þetta er alltaf búið! Þarna! Og time to go nær comebackinu! 1-1. Hann kom adaptationu hjá Time to Go. Hann greinlega var bara kominn með vondabyrjun. Já. En hann er kominn aftur í það. Það er einmitt rosalega sterkt fyrir Kirby, sko. Í byrjun á leik, þú veist, fyrir karakterinn með sterk combo game. Það er rosalega létt fyrir þá, þeir fá eitt hit í byrjunni, síðan þeir eru búinir að gera munin og ef þú ert ekki með nógu gott headspace, þá er mjög létt að crumble Já, leikurinn er ekki búinn fyrir hann er búinn. Já, þú veist, hann var á 150 og ég held að Kif var kannski á, 90 eða eitthvað á seinna stokkinu sínu. En hann náði að leika það back. Það er mikilvægt að bara halda... Og Kif skiptir yfir í Pikachu. Þetta... Annar... Jæja. Þetta er eitthvað... Sko, hann er náttúrulega með miklu betra approach. Miklu betri, hann hefur náttúrulega Thunderjolt sem hann getur slautið. Það er ekki vel að bara... Að kempa hann út. Að kempa út Pikachu er ekki besta strategi, en... Já, það er líka ofta öfugt, sko. Yoshis, þá er náttúrulega veggirnir. Thunderjoltinn fara niður þar, kannski ef að... Tempo getur eiginlega ekki verið að recovera closer stage'ið. Ég er ekki rosalega þjóðlegur í að nasja úr downthrow-unum. Nei. Tempo er mikið út. Tempo er mjög góð. Þetta er góð byrjun fyrir Tempo. Mjög góð byrjun fyrir Tempo. Kif er bara bloodthirsty. Hann vil ekki leyfa Tempo að taka þetta stokk lítið. Nei, hann ætlar að myrða hann. Sáttu það, Ledgið cancelaði út dánarið því að hann gerði short down. Já, hann er Yoshi story. Bakker, forwarder. Kif er að reyna að koma sér aftur með leikinn. Kif er annað mjög flott manneskja, svo ég myndi ekki. Það var erfitt að því að... Það var erfiðan tíma með að ímyndina að hann gerði. Hendur Lói er bara... Bara halda honum á ledginu og búinn að ná bara, hvað, 50% að þessu. Þetta er mjög gott edge-skapting. Já, hann er að cover hann svona high, þá kemst hann fyrir steginn. En svo sem náðan, leikurinn er ekki búinn til að nefna búinn. Já, það er þarna. Ef hann hefði gert upp Þetta hefði verið... Þetta hefði verið ógeð, það var bara rennur til hans. Já. Time to go, Reyna að rýta hann hana. Reyna að rýta hann að fara low og ég heldur bara ákveðum bara hæg. Það er alveg hægt að edgeguarda Rob, hann er náttúrulega hægur sko hægtur recovery með ekkert hitbox en hann náttúrulega kemst tilbaka
sama hvað. Hann getur líka bara lamið úr uppinu Það er sína og satt. bara haldið áfram. Svo maður þarf að samt að passa sig. Næra Þannig hann hann stokkinu. dörg, eða fór úr dörg. Ég er út stokkin en samt svolítið langt og eftir stóðum Og hann Já, æður með aftur og hann er búinn að lappa núna. Er hann erinu? Það er hann tökjum. Er hann að þjóða? Já, hún er búinn að sína það fram, hann getur. Ég var einhverjar aftur en Legend gera það erfitt sko. Já, Yoshis, það er bara mjög miklu með þessi Legend bara. Og þetta er bara smá slóp, þá getur það breytt miklu. Kif er alveg stand sjálfgerði að minnka með prósin, að minnka með undir. Já, hann er búinn að... Þetta er alveg, hann er búinn að fljótt gera það alveg dú. Ekki góð. Núna sko, það sem er búið að breytast á milli fyrsta leiksins og núna er að Tempo er ekkert að leiða, er ekkert rosa sáttur með að leiða. Nei. Hann er ekki að setja inn kannski eitthvað rosalega mikla prósteg, hann er að fæta á því fatt og hann er ekki að gefa styrkir. Minn meira fókus er bara á að Halda lítið. vinna hann í nútról, bara halda lítinu, ekki stressa stóð mikið yfir því. Já. Rob hefur náttúrulega ekki vandamál með að drepa, það er svo sennilega. Og það hætti að rikka Plattformið plattformið og hann var í bakkerið og ég veit bara frá loksum leiks, ég hélt að hann myndi reyna að dána þig. Ég var svo viss að hann myndi reyna að dána þig. Ok. Það er 13 downsmash og þetta er alveg doable fyrir Kif. Ákveðlega, ég meina 57% er alveg, ekki. Of mikið sko, en ég held að Tendigo sé ekki frjóskur til að leyfa þessu að fara Nei, sko. hann ætlar ekki að leyfa þetta að gera stöðugt. Ég þarf virkilega að playa hann, en hann ætlar að... Ok. Ég var skarpast með það. Já. Núna er Tendigo bara komin með í killprocent og er bara að leita eftir þessu grabið eða bakkerið eða bara góða hýtti til að klára leik. Fyrir einhverju til að loka. Bakkerið frá Kif. Ó. Neutral beatdowns. Tendigo er að koma sér upp á lapsið með því að nota músík í þessu. Hérna sjáum við Thunderjob sem koma inn, sko. Ó! Hann vissi það! Ó! Og Tendigo og shieldar það og punisher vel. Kif var þarna svolítið hankað eftir en hann bara íðnaði leikinn eftir út og það kom inn bara last of last hit nánast. Já, og þú veist, hann var bara búinn að, hann var bara með stokk fyrir aftan, sko. Þetta var bara vel spilað frá báðum. Þetta er mjög vel spilað hjá báðum playerinn. Þú veist... Ég bjóst ekki við svona góða spila. Nei. Nei, Ég ætla bara að vera hreinskilinn. Þetta eru lúmsgóðir spilarar sem eru hérna þó að þeir hafa kannski ekki mesta reynsluna. Nei. En Það séu kannski sumir ekki alveg nógu aktiv. nei. Sumir eiga bara eftir að spila meiri og þá við sjáum að það er alveg potential í playerinn. Algjörlega mikið potential. Þarna byrjum við Aftur á Yoshi. game 4. Þetta er... Ég er búinn að skipta yfir í Kirby. Aftur komin í Kirby. Ég held að Pikachu var ekki alveg að gera þetta. Nei, Þó hann náði næstum í regning. Ég held að góða þannig að Kirby-in sé bara... þetta er að fara að vera mjög sterkt svið fyrir Já. Kirby. Sko. Hérna sjáum við Stutt næsta. blast zones og... Pínu lítið, þú veist. Það getur ekki farið í... Sviðið er alveg venjulega stórt, sko, en maður spilar aðalega á miðjunni og á plattformunum sem að gera það léttara fyrir Kirby að það tóksa. Plattformin er náttúrulega mjög hátt upp á þessu stage meðan það er stakkt í gátt. Já. Þarna, up-throwið, það fer svo hátt upp Já. og blast-zonein á Yoshis, þau eru svo lágt niðri. Þú getur bara náð killi með þessu up-throwi. Algjörlega. Það virkilega Reynir passa falla fyrir down-airið. Já, uppáhaldsmöðu hans. Time to go samt. Verðist ekki sáttur með þessu próst sem hann var að taka hann í byrjunni. Það er hann að loka þig. Já. Downer. Ó! Það er ég fyrst að heita að næra ekki... Þetta er mörgir. Já, þetta er mörgir. Þetta var haldið að það væri með eða eitthvað. Þarna með sætbíinn okkur. Ég sé rosalega mikið af því að næra Time to go er að ná að disrupta með sætbíinn. Já.
Það er náttúrulega mjög sterkt move. Þetta drap næstu í. Þetta var close, maður. Þetta var bara Tento Go sem kom sér aftur inn í stopp. Er þetta dauður? Ó! Þetta er ekki dauður. Að delaya svolítið næstu. Já. Þarna tekur Kiev fyrst á stokki. Hann er alveg á 10% sko. Algjörlega. Þetta er ennþá frekar even, sko. Já. Er maður afsvansið? Nei. Ég er að pæla hvort hann getur verið að missa öll að gera þetta. Gæti verið að hann getur að missa þetta. Það er auðvitað að gera það með þessu nörd, sko. Þegar hendurnar eru sveittar. Gauður, treystu mér, ég hef gert svo, sérstaklega sem karakter eins og Lucas. Já, það er náttúrulega mjög high-end karakter, sko. Ég hef gert svo mikið að missa input sem að kosta mig. Leikin, sama hér, sko. En þetta er bara ákvæmlega jafn, sko. Eins og kemst ekki á topplatón með hana. Nei. Og náttúrulega F-Smashir. Þetta er stórt lít fyrir Mun þetta fara í Game 3? Game 5. Game 5, minna ég. Það gæti vel við. Já. Ó, Sætbíð. Hittu það. Droppa síldi smá og svona. Annað Sætbíð, eins og þú sagðir. Reynda náttúrulega. Ó. Nei. Ó, hvað er hann að gera hérna? Ég veit það ekki alveg, sko. En hann mengaði aftur. Það er að kukka og hann tekur ekki eitthvað. fórstu fyrir allt, svo... Nei. Misti smá stage control, en núna er ég bara komin aftur í neutral, sem er góður staður fyrir Tento. Kirby hefur lítið að gera í neutral að halda Kali eins og það. Sko, það er búin að minka próstíma, það er náðu mikið þá. Já, þetta er Kirby fyrir bráðan bara. Svona, er þetta eins og döður? Hann er dauður. Þetta er bara... Even leikur. Þetta er even leikur, sko. Muni, ef Tento Go vinnur þennan leik, þá er hann búinn að vinna settið og kemst áfram móti Aldis, nei. Nei, ekki. Eða honum. Eða ekki hann. Já, við sjáum bara þegar það kemur. Já. En þetta er samt ekki búið, sko. Hann gefur ennþá að... Ó, smash wall. Nei, nefnir þarna til þetta svarta. Nei, bakkerni. Bakker. Downerið. Hann opper að... Þetta var það sem ég er búinn að hugsa lengi. Þetta hefur verið stokkið þar. Þetta hefur verið stokkið og Tento Go með nógu mikið awareness. Fyrir Íran. Dánir er hann! Tento Go með awareness að hann myndi reyna þetta. Vá, hann var... Lesur dánirinn og pönni sér næstu eigin til að klára settið. Hann sá þetta bara í framtíðinni. Viss hann væri að fara að fara. Þetta var frábært Þetta spil. var bara mjög vel spila hjá Kiv. Rosa gott awareness. Og Tento Go líka. Mjög góðir leikir sem við erum hafið í dag. Já, þetta er bara frábært spil, sko. Hvað er næsti leikur? Það er Aldis móti Bensui. Þetta verður... Er einhver annar að fara að koma á koms eða er það bara við aftur? Stemming eða? Ég til í það. Ég ætla að grípa monsterið mín. Já. Heyrðu, þannig að ef það er til eitthvað eftir að drikkjum, þá er ég til í eitthvað, ég er þyrftur. Bara Sprite eða eitthvað. Bara. Ég er alveg að deyja í hálsunum, sko. Ég er bara búinn að tala svo mikið, maður. Þetta er... Ég var að segja, ég er bara mjög sáttur með... Ég fæ kókómjólk! Gætt hinn! Já. Fæ kókómjólk frá Bensi. Já, hann var líka að gefa mér kókómjólk. Já, bara með drikki all over. Já. Jæja. I'm sipping on promethazine. Can't put down the cup. I can't put down the cup. With Lena fell in love. David Blunt. David Blunts algjörkongur. Ég vildi geta að fara á Dave Blunts koncert. Já, sjá hann sitjandi í sófanum. Já, einhvern tímann var allt krátið að tjanta hana
Hvað kallast það? Þegar svona halda á... Svona crowdsurfa. Crowdsurf. Það myndi allir Ég veit ekki alveg hvað það sé góð hugmynd, sko. Það var bara hinsaði, sem betur þess. Já. En hann hefur mjög fallega söngurinn. Já. Jæja. Ég var að bíða eftir að þeir velji player svo við getum sett það, þú veist, réttu megin. Einmitt, sjálfsagt. Hverjir voru það? Þetta er Aldous og... Hvað heitir þessi aftur? Bensui. Bensui einmitt. Hann er algjör búinn að vera kóngur. að spila bara marga karaktera. Game & Watch, Jigglypuff og einhvern annan. Hver var það? Game & Watch, Jigglypuff. Hver var aftur síðasti karakterinn? Já, en við sjáum bara, hann hefur djúpa vasa. Hann hefur djúpa vasa og hann bara spilar hann alla fleika vel, sko. Hann var náttúrulega, sko, hann er old school. Er hann old school? Hann er old school. Já. Hann vann mót, sko, 2018. Já. Norðurlandsmót sem að ég held að hann hóstaði. Vá. Já. Við höfum legacy player. Við höfum legacy player hérna, sko. En hann... nær hann að keep upp með the new gen, er spurning. Já, er það Hann er komin í top 8, losers quarter, svo hann er komin langt. Hann er greinilega búinn að sýna það að hann hefur ennþá the skill. Algjörlega. Þeir fara Hollow Bastion. Það er, eins og ég sagt, trainingpartneri hans Alexar, það er uppáhald stage hans. Býðið þið smá. Já. Bara smá stund. Jæja, tekur Jigglyin út. Er það ekki svona? Ja, Bensui, já. Já. Fyrirgeði. Ertu skrifblindur maður? Ég les betur ekki skrifblindur. Þeir með byrja. Já, hvernig skrifa að starta GG? Hvernig skrifa að starta GG? Ok. Insuli á móti Aldis og hann spila Jigglypuff í fyrsta leik. Þetta er örugglega ekki frábært matchup fyrir Joker. Nei, Joker strugglar mikið á með þetta litlum karakter. Og hún er náttúrulega málið með höfðir. Oh my god! Jésús! Þetta er leið til að byrja Brutal settið. byrjun. Vá. Þetta er bara heilu stokki á undan, en Alex Aldis svarar með smá góður damage. player, hann getur á lífin þetta út. Sérstaklega ef Arsene kemur inn hérna, þá getur hann drepið, Já, þarna kemur það hann, kemur hann. Big Brother. Ó, Smash! nei, Jigglypuff var svo light að það virkaði ekki á Já. þessu próstu. Það er verst tilfinningin, þegar þú adjustar ekki prósentina rétt nei, einmitt. fyrir rétt að kontra. Jigglypuff er svo light og Arsene drepur svo fáránlegur því að bara eitt gott hit og þá er bara... Hann er bókstaflega á killprocentinu núna. Fórhundir, fólupappa í stæðan fyrir að shortstoppa. Það var það sem að hefði meikað, sko. En Joker hefur mikið comeback. Forward smashið þarna. Hann nær edgeguardinu. Edgeguardið. Tveggja stokka lítið, Tveggja þetta er stokka ekki vel út fyrir Alex. Aldis. Ég er búinn að vera að kalla hann Alex allt nút. Það er búið að vera svolítið mikið confusion með nafn hans. Þetta er sem sagt, þetta er ekki Aldís eins og sumir halda. Já, það var nokkri haldir að hann sé trans. Því að hann er sko, á Starta GG er hann með anime gælu sem profile picture sitt. Og síðan er hann líka og síðan hljómar taggja hans eins og Aldís. En það er ekki Aldís, það er Aldís. Hann er ekki trans og það er Aldis en ekki Aldís. Gott counter þarna. Ég myndi eiginlega vilja sjá meira backer í núttum á móti þessu karakter. Á móti Jigglypuff. Já. Ennþá hefur stokka undan. Ó! Það er hann góð sem... Já, hann er döð. Þetta er núna... Já, þetta er með hluturinn. Ef hann missir... Búinn að renna út. Þetta er svo rosalega volatile stundum með Jigglypuff. High risk, high reward karakter. Algjörlega. Glass cannon. Ja, þegar þú veist, ef átt að spila með rest. Já. Málið með, þú veist,
Ultimate Jigglypuff er að hún hefur bara ógeðslega gott combo game, sko. Já, hún getur bara dreigið mann af stage með forward eða svo. Hefur þú séð Downer Chain-in? Downer hennar er ógeðsleg. Hefur þú séð Downer Chain-in? Ég hef séð það. Það er lúðbjóð. Eftir að Alex náði að ífna þetta út. Ég held að hann myndi reyna restið þarna. En þetta er alveg orðið ágætlega jafnt, sko. Já, þetta er náttúrulega... Alex bara minkar pínu prósmunni með í spilum. Arsene er alveg að koma, ef hann getur lifið smá lengur, þá getur hann auðveldlega að drepa hann. Hendur góða að reyna að finna killið þarna. Og ég held að hann myndi reyna restið. Og hann fyrir F-smash! Og Alex aldrei snæra klötsja út game 1. Vá, þetta er gróf byrjun fyrir hann Alex. Já, en hann bara... Hann kom og svaraði fyrir sig, sko. Já, hann sýndi á það að hann ætlar ekki að leyfa vondari byrjun að taka leikinn. Alex er alveg kominn á þann stað þar sem að hann er ekki svona fastur í hausnum sinni. Það var pínu vandamál fyrir hann í byrjunni á karriérinu sinni. Ég held að sé það bara fyrir lang flesta. Algjörlega. Mjög algengt að koma sér í vond headspace og þá er bara mjög erfitt að spila sitt besta. Það hendur spila á þessu. Þetta eru spennandi leikir. Rosalega. Aftur Jigglypuff. Ok. Ég ætti bara alltaf að vera á kommentari. Þetta er ógeðslega gaman. Já, viltu ekki kommentera í leiknum okkar? Já, mitt-set bara. Juice Kid er svo góður. Sjá þetta. Þessi Juice Kid gæi, hann er rosalega sætur. Mjög bara fín. Bíddu, ég skal setja númerið hans upp á streamu fyrir allar stelpunar. Já, allar stelpunar sem er að... Allar stelpunar sem er að horfa. Allar... Hvað, 3 stelpunar sem er að horfa þetta. Það var svona... Ágætt byrjun fyrir Bensúni. Arsene er komin út. Þetta er rosalega hættuleg staða fyrir hann. Hit. Og hann... Og Alex droppar og dæmdir svona. Ok. Þetta er eitt af matchupunum þar sem ég held að það sé betur að vera disadvantage með Arsene því að byrjunin á recovery nei! Og hann með forward smashinu. Erfitt. Hann línar svo mikið fram í þessu forward smashi. Maður þarf að... Já, maður þarf að tæma þetta að vel, sko. Eins. Ég veit ekki hvernig ég hef punished þetta sem joker, sko. Nei. Ég bara beði aðeins lengur með forward smashi. Það er erfitt að tæma það perfectly því þetta er skringilega erfitt að punisha. En þó að það er algjörlega hægt. Þannig að smá gun movement. Einnig down smash eða Backer. Backer og hann er búinn að jafna leikinn upp aftur. Þetta er anyone's game. Já. Downtilt, uptilt, upper. Þannig að með hann fá stringi. Gott lítið string. Nota mikið ner í núsum. Ner, upper, upper. Hitta mikið að það, bara svona... Bread and butters bara consistently. Já. Hann er ekki að fara fyrir rosa fancy stöð því það er erfitt að kombo á Jigglypuff. Hann er svo light og svo floaty, hún bara... Ég enda einmitt oft í því að þurfa að reyna of mikið á móti Jigglypuff og fá síðan bara svona 3% fyrir kombónum. Já, maður ætti bara að fara fyrir það sem er safe. Wow, counterið. Rosa gott punish frá Alex þarna, að vera með recognitionið að leita að counterinu hana. Já, hann ætlar ekki að leyfa honum að bara henda út moves svona, bara að passa sig, sko. Þetta counter er deadly. Það er það sem er pínu trademark að Alex að hann er rosa góður að finna þessi sterku counters. Down gun er nýjar bara unpunishable move, sko. Hann er bakkerinu, það er búinn að jafna stoppina. Það er smá dæmsmiður, en ekkert sem hann getur ekki meika upp fyrir. Eitt er rest og þá er þessi leikur bara. Áhugur! Það er risky move. Það er risky, sko, en ég myndi ekki reyna ef ég væri hans spurtu, sko. Kannski ef ég væri að tapa með meiri prófstu. Já. Ef Arsene væri komin. Þá þarf maður að, hann er eins og, fyrir nefnir að hann er orðvað að koma út. Arsene er komin, hann missir downbeat. Fer til Aldis líka. Þetta var samt aftur close leikur. Þetta eru rosalega close leikir og bara smá mistök. Aldis virkar aðeins meira. Það er smá meiri kongur. Öruggur. Hann virkar aðeins meira öruggur og það er ekki virkilega að halda honum í leikinn. Já, hann er ekki að leyfa þessu bad byrjun að
decida leikinn. Já, það var bara... Hann veit að Joker með mikið comeback potential, sterkur karakter og bara... Consistent líka. Consistent. Og það það sem að... Það sem að skipta máli, sko. Hérna fyrir við í Game 3. Ekki búið að vera rosa gott. Búið að vera mjög óheppilegt fyrir Benzema. Nú er hann komið með nördaskinnið á. Hann er smá nördi, sko. Actually skinnið. Algjörlega. Ok, edgeguard. Úff. Vissi það. Það er þetta edgeguard hann Joker. Eftir. Bakkur. Íha. Íhá. Núna er Arsene komin út, þetta er hættulegt fyrir hann. Ég hélt að hann myndi reyna að prófa sem að sé þarna. Mínu óvissum hvenar rollout myndi hætta. Það er actually vandamál sem ég hafði móti Jigglypuff í smá tíma. Ég var aldrei viss hvenar rollout myndi vera búið. Já, maður má ekki Tekur það smá tíma að vennast í. Já, bara niður. Þannig að hann búinn að tapa Arsene og Benzema bara frekar góður í stöðu með að hann hafa verið að móta Arsene. Arsene er rosalega góður móti Jigglypuff því að hún er svo light og hann sendir, hann er með svo mikið knockback. Það er ótrúið. Og movin hans er svo góð á móti henni í unni. Sérstaklega Bakker. Bakkerið. Tekur hann fyrsta stokkið. Dósið dettur á gólfið en það er allt góðið. Halda áfram. Meðan við hvernig Game 1 byrjaði þá var þetta ekki hvernig maður myndi halda að þessi leikur myndi fara. Hérna er það. Þeir eru báðir á 2 stokkum og mjög lítill prósentur. Benzema ekki að taka of langan tíma með að jafna þetta aftur upp og heldur þessu close. Benzema að reyna að finna eitthvað gott hit til að byrja eitthvað string en Aldis bara spila mjög solid. Hann er bara einhvern veginn, hann er bara virkar eins og hann sé pyrrinn bara að skrifa hann á undan. Hann er forwardinu þarna og Benzema samt, þú veist eins og við sáum hann í byrjuninni, hann bara þarf eitt gott opening og þá er hann bara búinn að taka stokkið allt í. Já, einmitt. Jigglypuff hefur líka mikið comeback potential. Arsene komið upp. Þannig geta hann ekki saman mistökin. Spot dodge down smash. Þetta er klassískt Alex move, sko. Ég get sagt það með reynslu. Alex aftur kom með Benzema í aftur. Hann bara fær ekki break. Rosalega erfitt fyrir hann að komast út úr þessu stöð. Jigglypuff er svo flóti og Arsene og hann er ennur út úr jumpin. Mjög vel spilað hjá honum. Vel spilað frá báðum. Þetta var hæp fyrstu 5 sekundir að leik. Ég bjóst ekki við einhverju svona. Ég bjóst ekki við að svona neyn Zero to Death í dag. Nei, en þannig kom það. Sérstaklega ekki frá því að fá að kommenta. Ég held að ég myndi kannski gera eitthvað. Það sko, með mjög swordfighterinn mínum. Mjög swordfighterinn minn, sko, það er crazy. Klikkaði mjög swordfighter. Vill einhver fara í interview? Þú, hvað er? Æja. Þú verður bara svona að vera á njánum og svona hérna. Já, gott á njánum. Þess að meistari. Hvað finnst þér þetta? Hvað varst þér spilið? Ég var ekki mjög glaður. Já, Hvernig leið þér eftir fyrsta stokkið þarna? Já, og hvernig náðu þér að koma þér upp úr því? Þetta var, þú dóst á bara 5 sekúndum og samt náðu þér ekki að leyfa nörfinn að koma í þig og bara ívinna þetta út. Ég er bara búinn að reyna að vinna mindsetinu mínu, vanalega. Já. Svona, þú veist, eiginlega bara hvert annað mót sem ég verið á held ég myndi bara pínu gefast upp inni mér þarna og bara tapa. Ég ákvað bara ekki verið eitthvað fucking lúði. Já, lock in. Já. Ég var bara, mér leið eins og ég gæti alveg vinna ekki, þú veist, hann er góð spilari en ég held ég gæti hann þá vinna við bara hvað þetta, ég veist ekki stoppa mig. Já, algjörlega. Ég var pínu hræddur það þegar ég sá þetta fyrst. Mér lifir eins og svo oft í fortíðinu, það myndir falla undir pressunni. Já, algjörlega. En núna einhvern veginn, þú bara bounceaði back, bara lokaði þessu vel og þú
Mér finnst þú spila líka bara rosalega 3-0 3-0 og þú bara hvernig þú spilar advantage, þetta var rosalega consistently bara skrifin á bindan. Þú bara, hann myndi reyna forwardera og þú myndi bara perja það á eftir það, bara eins og ekkert. Þetta var rosalega svona consistently bara ákveðin. Já. Mjög gott spilaður. Ég held að setja mig með Þóra á þann kappa, en það er heila pínu þótt ég tapaði. Algjörlega. Það var svo gott sett að koma í gott skap og bara, Þetta var ótrúlega gott sett hjá okkur. Ég er ekki að leiða þess að leiða okkur svona styrna að eyðileggja. Það veit ég. Núna er það ég, Juice getur mútið Þór. Ég held að það er bara pissa fyrst. Já. Við komum til því. Commentary. Svona er það bara. Þetta var crazy leikur. Þetta var vel gert hjá þér, Aldís. Þetta var frábært, sko. Bara... Það var alveg grimm, sko. Ég náði að klippa hérna fyrsta killið sem Benni náði á þér. Það var crazy. Já, þú veist, ég bara gerði það í símanum, sko. Það er... Ég postaði því, held ég. Ég veit bara að klippa þig í leikinn. Oi, smash, what the hell? Doom DN. Þú er svo mikið hater. Oi, smash, þetta er geggjað, sko. Love smash. Banna. No, banned. Get banned. Þetta er örgulega bara ekki takk. Nei. Við fílum Tekken. Ég er með... 1000... Ég hata eftir spjú. Ok, veistu, valid. Er þetta ekki hana gæði sem spila alltaf Casio? Já, hann hatar hann að leggja. Ég er actually nummer 3 í Tekken. Nice. Já. Doom DN, ert þú ekki Casio spilari? Í SBU? Nú býðum við. Já, ok. Var það? Já, þetta er hann. Ég man eftir henni. Band. Já, band. Band? Nei, við bannum ekkert. Ég náði að klippa þetta. Ég er actually mega nice. Ok, þannig að... Ég ætti að byrja að prófa því saman. Já, við klippum killið þitt sem bara... Fíla byrjun og þetta. Já, ég hefði átt að vinna þetta. Ég var bara svo miður kjöldasum. Ég er að segja af hverju stream quality er svona gott? Mér langar svo mikið að vinna það þig. Vildur þú sjá það? Pizza eftir 10 mínútur. Pizza eftir 10 mínútur. Pizza eftir 10 mínútur. Zoners would never. Tekken myndi aldrei á pizza. Já, ok, við viljum ekki, við erum að þróa hérna. Tekken myndi aldrei á pizza. Ok. Ég hata Tekken. Róum okkur aðeins, hvað gerði Tekken við okkur? Ekki nei. Tekken bara existaði. Þessi gæi spila Tekken. Nei, það er alltaf lægi. Við erum ekki að Já, það er official ring. Það setja ég fram að Já, býtu, ok. Við skulum uppfæra. Býtu, ok, hver er hvorum megin? Hver er player 1? Já, ok. Það er og síðan ekki þú heldur hinn. Og hvers konar leikur er þetta aftur? Winners Finals. Úps, ég fór óvart í Snipping Tool. Þá höfum við það. Næsti leikur fer að byrja innan skamms.
þið spilið partyleik competitively, 7. Damn. Þú voru við ekki það er kinda cool samt, þú veist, það er ekki beint intenda sem að samt nær fólk að gera fighting-leikur í. Ég meina kannski stundum skrítið balans, en... Þú varst að tala við Juice Kid? Þú varst að tala við Juice Kid á hann, já. Hann man þig. Nei. Og hér höfum við aðeins spennandi leik og Juice Kid. Og Juice Kid á Mii Sword Fighternum. Búinn að vera að spila, í rauninni bara búinn að vera að spila Mii Sword Fighter. Ég er búinn að taka Mii Sword Fighter og búinn í kvöld. Já, ok. Og óheppilegt stíð hjá Þór. Já, vonandi. Þór voru ekkert smá damage. Þór eða bara byrjaði í senna sem strax voru Já, það sá sérstaklega í leiknum á móti þér og þú ert búinn að vera að þjálfa eiginlega. Þetta var svona Já, the student becomes the masterpiece, en maður veit aldrei. Þetta er bara kannski eru næsti leikur fyrir takið bara það sem þú rúst á hérna, þá það veit aldrei. Já, nei, ég meina þið Já, ekki segja neinum, segir það fyrir framan stream, þú veist. Eins og þá ekki búinn að ná stokkinu af Juice. Ó, ég kom í smá bobba. Nei! Óheppilegt smá. Gæti verið að kannski tapa þetta nema að nái að hérna Já, ég var nú bara að blokka reynd. Já, hann reyndist fyrir þess. Ég var alltaf að vinna þennan leik. Þarna var hann fyrir áður. Og parry. Nota banana hýði góða. Síðasta Star KO-ið. Þetta var mjög unfortunate leikur eiginlega. Mér fannst þetta eiginlega ekki beint vera leikur sko. Mér fannst þetta að vera bara óheppil eða þú veist, ekki svona. Já, það var alveg nokkuð SDs en Já. Já, getur einhver uppfara skóli að start. PTSD sko. PTSD from the Juice Kid. Já, ef þú fyrir inn í Twitch-chatið þá getur þú fundið linka að líka senda bara inn á Discord og okkar. 3, 2, 1, go! Já, en þú veist. Þetta var það með Já, skulum kommenteita aðeins. Það er eitthvað með þeirra. Diddy kominn, Þór kominn í svolítið háa prósentu hérna. Já, ég ætla ekki að kalla hann Diddy, það er kannski ekki sniðugt. Allavega með hérna, já. Það var hans úr í. Já, nokkuð í. Skárri byrjunin á hann bara. Gott sæti þetta.
launcher inn í hann með barna hýðið. Kastar í, síkar það. Kick hann það. Sækið hennar í áskjáin. Það var alveg smáskil sem það voru hvort yfir hýsta hvort annan. Fyrir hinn meina stage. Spot shield. Já. Þetta var creative kill en því miður þó hann líka. Já. Alveg doable sko. Hann alveg rack upp damage líka. Nice. Kominn á gott spike! Bara það hefði ekki farið í jörðina. Þetta er hitt. Ok. Banana hýðu, snipe. Nice banana hýðu. Oh my fucking god. Það er lengi sem verður trallelero trallala. Já, það er vonandi ekki tung. Oh my god, nei. Ég var í vinnunni með vinni mínum í gær. Hann var að sína mér aftur í gær, hann var að segja mér frá lorinu og ég var bara eitthvað hvað í andskotan. Ég held að ég vissi aftur Brainrot. En ég ætti kannski ekki að vera stofnbræði að vita eitthvað Brainrot. Já. Ok, ertu kannski með örn? Oh my god. Það er verið að kalla mig. Já, sorry. Þór kom í svolítið að hafa og svolítið á síðan stokkinu. En Juice með 2 stokk. En þá herra bróðið. Og Juice get 5 points. Þetta var smá battlefield, var það ekki? Jú. Hvað segir chattið gott? Meira að vera trash talk og smash. Hvað er þetta ólega? Comic Sans er besta leturgerð sem hefur nokkuð tíman verið gerð og til að hinskjum, ég bjóð ekki til, ég er ekki yfir textanum en þú veist, Comic Sans er bara best. Norðurlandsdæ, ándjóks, það og meðal annars pizza og keks. Og keks. En ég er komið við inn í Game 3. Ef Juice vinnur þennan, þá er hann búinn að vinna allt settið. Og kemst í Grand Finals. Sjáum til hann þó ætlar að gott damage á frekar jafnt en þá og fyrir hinn á stageið Já, ekki eins og í fyrsta leiknum gott spike frábært að ok gott að ná smá damage fyrst að hefða með þetta vikast á og fyrir hinum megin næja já já búinn að skýta þeim með smá advantage þetta er gott grab komin upp í 80 og kemur en Juice er í
háu, ætti kannski ekki að hitna hann hljómlega. Já, hann klúrar ekki. Þetta alveg dramatisk tónlist, sko. Gott! Man stefur aldrei. Það pirrandi, sko. Þetta alveg ímyndað mér, sko. Þetta þarf að drepa, sko. Það er sko. Lítur ekki nógu vel út fyrir Þórinn núna. En ég trúi. Líka meira content ef hann er... Hvernig er hann ekki döður? Ok, nú er hann döður. Ok. Ekki alltaf stórt. Smá tóðan gott með match. Komur ekki 36. Mjög gott. Góð leitur að koma aftur inn á stage. Mjög nice. Næsta bara. Unfortunate. Þetta var 3-0 fyrir. Unfortunate. Það er góður, sérstaklega síðast leikum. Já. Bara unfortunate stíð, en vel spilað hjá báðum spilurum. Halló. Hæ. Tjúskitt, halló. Velkomin. Blessaður. Hvað fannst þér? Bara spilaði vel og hann hafði nokkur óheppin næst í. Það er bara, hvernig er stundum. Mér leiðir eins og oft þegar hann fór undir sviðið og fór frá ledge, þá myndi hann hoppa oft svo ég náði að pönnusa það ákveðlega. Og það er bara, það er svo ógeðslega gott fyrir þetta matchup sérstaklega að hitta snæpinn sín með núlsjálfbygginni. Því að bara það að ná að, bara það að hafa það að láta hann taka lengri tíma, það leiður mér að setja karakterinn minn svo hægur að það að ég hitt hann bara örfásinnum með shurikens og meðan ég er að komast að ledge, það leiður mér að hafa sensaði að ledge-strappan. Jafnvel ef hann fer fullt undir sviðið. Bara að reyna að passa að hann komist ekki lengra en það. Það er það sem ég hugsa aðalegum, sko. Ég ætla að pissa fyrir setningum. Já. Og næsti leikur verður hérna Aldis á móti Tendugo. Sá leikur byrjar innan skamms eftir smá. Geturðu hitt á það svo að byrja aftur. Ég var bara sáttur með hvernig ég spilaði og maður sá svona glimpsis af svona bara brilliant sjá Þór yfir settið en það var bara svona það voru svona örfá svona SD mistök og síðan ég náttúrulega bara þetta hljómar ógeðslega cocky en ég er fundamentally betur spilaði og það kerjaði mig pínu í betur settið. Ég þarf að panta með á Minecraft myndina, ég kem aftur. Damn, þetta er ég. Ég þarf að pissa líka. Svo það er ekki gott að hérna aftur.
kæru áhorfendur, það komin pizza. Já, please, spilið á Hotel Mario. Það verður líka. Grand Finals Reset, Gentlemen's Warriors, Hotel Mario. Ég komin í Grand Finals, eða ekki? Já, þú varst að veitu. Já, ég komin í Grand Finals. Og það Aldi sem móti Tame to Go til að keppa hver kemst á móti Thor í Losers Finals. Búið að vera mjög mikið alveg ógeðlega solid spil í dag, ég verð að segja. Ég kannski búinn að spila secondary mitt allt mótið, en ég get sagt að þetta alveg búið að vera erfitt alla leikina, sko. Býta aðeins, ég veit ekki hvort hann var búinn að skipta. Hann var ekki búinn að skipta overlayinu, svo ég þarf að laga það. Já. Skrifum maður það svona? Semis, S-E-M-I-S. Svona? Ok. Já. Já. Allt góð maður. Ok, þannig erum við að byrja Losers Semis. Losers Semis. Þannig erum við að byrja Losers Semis. Aldi sem móti Tame to Go. Þetta mjög... Þetta er mjög skrítið matchup, myndi ég hugsa mér, því að þeir gera báðir örugglega mjög mikið damage við hann í neutral. Robert Big. Og þú veist, Joker hefur bara frekar gott swing game og getur örugglega að halda hann off stage frekar vel, sko. Þórir eru að koma að lýsa með mér. Já. Þetta spennandi leik. Ég að fara á móti hvað sem minnir hennar. Já, þetta Það rematch móti Alex. Eða kannski þarftu að spila á móti Tame to Go. Kannski. Sjáum bara til. Það þurftur að velja. Hvað myndir þú velja? Ekki leiða að heyra. Sjáum bara. Ég held Tame to Go. Af því að hann Alex sem búinn að spila leikamóti, það gæti vel verið að hann búinn að hugsa núna. Á meðan, hann kannski búinn að hugsa hvernig hann spilar á móti næst, hvernig hann taka matchupið og á meðan Tame to Go. Hann hefur ekki spilað á móti mér í langan tíma. Ég held að ég líklegur til að ná að púla sem monkey business á honum. Líklega að pissi í munnum á honum. Já, líklega að kasta skítnum mínum í hann. Það sem að vita ekki að funny monkey pissi sem á. Það combo það sem að hann gerir, sko, var það ekki banana throw down uppi inn í explosionið sjálf. Já, sko, down bara svona extra spice. Það
Nei, það er svona kombo. Já, Það getur ekki gert funny monkey pace sem ég má þegar þú notar ekki downið. Það er allt kombo. En Alex bara búinn að... Þú er ekki múin að hrýtja svona mikið vel. Alex bara með solid lead, en... Já. Time to go er að reyna sem besta að ná þessu baka. Hann er búinn að ná henni aftur í próst. Heilu stokki á eftir. Heilu stokki á eftir. Þetta er ekki rosalega þægileg staða fyrir hann. Nei, maður Alex kominn aftur með Arsene. Það er ekki gott annað. Ég held að það sé það sem að gæti hjálpað Alex að vinna þennan leik og það sem að gæti separata hann frá Time to go er að hann er góður að finna Arsene á móti Hann notar mikið Red Bull skall. Hann notar mikið Red Bull skall og það virðist vera að virka mjög vel á móti hann. Sko, þegar þú ert búinn að spila við hann nóg mikið, þá nær maður kannski að beita það út af þig. En þegar þú ert ekki í vanum að spila móti Joker, og sérstaklega Alex, því hann er mikið í að nota það sem smá svona hálfgeir combo breaker. Það er að gefa honum Arsene er bad. Já. Joker með Arsene væri ef að Joker væri með Arsene alltaf væri hann örugglega besti karakterinn í leiknum. Algjörlega. Það væri ekki náðan. Hanna. Tveggja stokka lead. Solid lead. Ef ég er Time to go þá vil ég bara taka þennan stokkinn núna bara. Já, bara grabbi eða einhverju. Það er svona 4 mínútur eftir sko. Svo að... Ég veit ekki það. Hann tók stokkið hann sko. Ef að Time to go nær bara einhverju mjög góðu örli til núna þá er hann kannski ekki eins og það er minna en 4 mínútur eftir að leiknum og ég eitthvað alveg eins farið í timeout ef Alex myndi vilja það. Byrjum við að sjá svona timeout-straff. Hver veit? Ég held það sé bara ekki hvernig þessi spilarar spila. Nei. Það er óleiklegt. Ég er einmitt bara svona... Ég gerir bara það sem ég held að ég þurfi að gera til að vinna. Já. Oft er það, ef ég er með ágætt lead þá bara reyni ég bara að spila fyrir timeout sko. Að þú þarft aldrei að brótsa ef þú ert með lítið sko. Bara segja og pickja fire bara. Náttúrulega, nema karakterinn hefur eitthvað til Steve og Charge og hann tekur þetta með down tilt. Ég held að þetta forwarder hefði ekki komboað ef hann hefði hitt að venjulega. Ég held að það var því að hann var með hausinn rétt svo pónguði fyrir ofan ledgeið að þetta hittir. Aldis tekur game 1 daldið á örglega sko. Spurning hvort hann hefði góð næra að adapta svolítið núna. Ég trú að Time to go geti alveg ringið þetta back sko. Já, hann hefur sýnt það. Algjörlega. Það er ekki mest experience en spila sterkan karakter með alveg talent. Hann er með gott talent sko. Mér finnst hann vera með svona það sem að sagt að frá honum þú veist gæmur sem að varta kannski smá experience. Hann er rosalega ekki aware. Hann er svona meira aware heldur en flestir á hans level. Við sjáum alveg svolítið adaptation. Ég held að hann talent bara að spamma meiri broken movement hjá Robin. Já, þú veist bara að lenda á honum og nota meður og nota. Það er ekki svo góð. Þessi karakter er broken. Bara sem movement hans er bara fáránlegt. Hann er ekki að spila rosa unfair. Hann er meiri bara að outplay, neutral og hafa bara consistent sterk punish game. Sem er alveg fínt, en þú veist. Sem er líka gott. Neður broken. Já, neður og Dungeon er broken út. Ó. Hvernig er hann byrjaður að... Mashar og... Hann tegur hann strax eftir, hann byrjaður að gera meira með hann. Já. Arsene er kominn. Já. Skeri staðar. En backthrow-inn, þetta dreipur ekki. Eða hvað sem er að fara að dreipa henni. Nema backthrow. Nema grab. Joker hefur alveg ágætt killthrow, en ekki góð. Þau duga þegar þau þurfa virkilega að duga. Já, þau duga þegar hún maður getur ekki verið að læja á þau. Nei, alls ekki. Ekki eins og maður getur gert. Hann hefur eiginlega ekki killthrow, en þau bara sjokk ekki. Það er ekki eins og hann sé með svona marð þegar Lucina tæpa killthrow þar sem maður bara dreipur á 170. Vatnaði líklega að vera skott. Það var hann bakken. En Time to go, hann var að tapa með ágjörðan mikið prófum. Hann var að meita hann alveg sko. Já, þetta er Hann var á svona 120 og
Alex var á svona 50, já, og hann er svona mikka með hann á smá, þetta er ennþá. Og já, hann Rod náttúrulega hefur ekki með hann að drepa og hann nægur bara graffi eða bakkeri eða einhverju sterkum úr hérna. En Joker hefur ekki vandamálna að rakka upp þessu öll. Nei, alls ekki. Það er rosalega skrítið að horfa á Joker, fyrir mér leiður eins og hann hafi ekki það góð tónbókinn, en sem heitir hann bara svona, sem hefur hann svo létta tímuna að finna þessi, þú veist, 4 hit strings sem að gera ekkert eitthvað, sem að gera bara fínt damage, en er ekki eitthvað endilega klippuð, sko. Við höfum ekki smá stund. Ok, ha? Sérst bara á báða stólana hinn. Smá pizza break-in hann. En Alex er búinn að stækka minna og dálítið mikið síðan við fórum. Já. Mistum af smá þarna en Arsene er bara aftur ráðum að koma. Ekki góð staða fyrir. Alex er bara mjög consistent í að vinna nýmur og síðan bara þegar Arsene kemur þá er kannski að capitalisa eitthvað það mikið en bara það að hann er að vinna svo mikið neutral þá mikið upp fyrir það. Já. Annars sem virka, það myndi ekki virka alveg jafn vel að myndi Rob og myndi flestum. Það sem fyllt að bara eyða tíma með því, sko. Já. Bara rakka upp prósentuna. Ó, þetta var pínu 6 string. Já. En það er klárað þetta með 8 svo það er drifað, sko. Já. Það sem er að fara. Þannig að Battur er inni. Það er með síðustu prósentu, tegur MK Leo á þetta. Já. Dýtlinn hans MK Leo í langa tíma hann hafði gafði þetta bara með pingu lítið eftir. Alltaf, sko. En síðan þegar, sérstaklega á móti Spargo þegar Spargo byrjaði að vinna hann þá byrjaði hann alltaf að renna út úr Arsene rétt áður en hann hitti bann. Já, Arsene er rosalega game defining partur af kittinu og gullu. Já. Hann hefur ekkert eitthvað það gott tilbáð á hann. Við erum eftir að vera að sjá mikið að dragdown setup sjá honum Alex núna. Það er eitthvað sem hann hefur alveg í kittinu sem hefur ekki fundið opportunityinn fyrir það núna. Nei. Þú veist líka oftast ertu bara frá killiðin úr, þú veist úr edgeguards og úr edge-strapping. Já. Mér er svo mikið að íslensku sinni eiginlega getur ekki farið fyrir aftan það. Þú þarft ekki endilega að finna killiðin úr nútri. Langt flestir góði karakter að finna þig frá því að vera að edge-strappa eða vinna. Þú þarft að vinna nútri fyrst til að ná killinu. Já. Sem var mjög hefðbundið en í byrjunin á sinni það voru svo mikið af köllum sem að gátt bara drepið úr nútri. Eða voru spilarar sem að vildu bara drepa úr nútri. Sér þetta mikið með Erling til dæmis. Hann er náttúrulega bara með bomb forwarder og það virkar búst með allstaf sviðinu. Já. Og það setti smá hátt standard fyrir hvað hlutir þurft að drepa. Ég hef aldrei spilað mot Erling sjálfur sem það. Ég hef eftir að fá heiðurinn að því. Það er gaman. Hann virkilega lætur þið hugsa. Þessi kombos eru mjög consistent í góð. Já, Alex er virkilega rakk á þessu líka. Við höfum séð á þér, hann tendur góð. Hann getur náð handtækni. Ég var að segja, síðan Alex tapaði á móti þér.
Hann er búinn að virka sem bara, hann er eins og hann hafði level up eftir að tapa mótið þér. Ég held að hann fór ekki í vongskap eftir það. Hann held ekki, morðun hans tók bara ekkert eftir því. Greinlega bara, þetta var rosalega skemmtilegur leikur sem við tókum. Já. Ég held að hann sé bara í ekta kappanda, bara vill ná rematchinu. Já. Það er kannski bara ná grand finals. Já. Hann vil þurfa að fara ekki inn í rematchinu fyrir það. Kannski er hann ekki eitthvað fyrstur fyrir rematchinu jafn mikið að hann sé fyrstur fyrir að vinna. Auðvitað. Það er end goalið, sko. Það er að vinna mótið, en það er ekki að gerast. Dánurinn. Ok. Gott string frá 90%. Ég var að fara að segja, gott string, en það er lítið sem hann ekki gert á þessu prósent. Alex er búinn að lappa hann og það virkar helvið. Hann er bara búinn að vera með, Alex er bara búinn að vera með mjög solid, bara allt við gameplaninu sinni. Já, góð strings, gott múlskól. Mér er svo lengi að ég reyndi að kenna Alexi að gera svona hluti og gera ekki aðra hluti og mér er eins og núna sé bara að gera allt sem ég langar að hann gera. Hann er að verða betur player. Bara á þessu móti, hann er búinn að levela upp, sko. Við erum að spila consistent saman við Alex. Já. Ég held að þetta mót vera mikið level up fyrir okkur báða. Já. Þetta er rival. Hann kláraði með dánir, af hverju? Hann hefði bara getað bakið hann, en hann ákveður að enda það með smá stæl og kemst áfram á móti Tóri. Já. Já. Alex, já, interview. Hvernig er það? Hvað er eiginlega búið að breytast sem þú tapar á móti Þór? Þú ert bara að spila svo solidly og þú ert bara consistent í að hitta öll stringin þín og öll komboðin og Það er bara, ég átti að tapa á mér illa, fyrir bara að spila illa. En settið við á móti Þór var svo gaman bara. Þú var bara að spila, ekki gaman. Ég var glaður með það. Já. En ég var ekki að spila illa. Það er ekki mikið eftir að pítsu, þú veit kannski að sækja það núna. Já. Interview skiptir ekki máli, hann þarf að sækja sér pítsu. Fljótur, núna. Takk þennan snæði fyrir mig og ef það er ennþá til. Ég veit ekki alveg hvernig við fengum að því að fá fría pítsur. Ég held að við bara grát báðum Dominos pítsur. Það var svo gott. Kíkja á chatið. Er einhver í chatinu? Hvað er þetta overlay Comic Sans? Ég bjóð þetta overlay til. Finnst þér ekki... Ég er mjög stoltur af þessu overlayi. Lucas Kasia er slæmt matchup. Ég er alveg sammálaður. Getur vel verið +2 sko. Fyrir mig. Ég myndi segja að sjá meira í áttina +1,5 en... Ég veit ekki alveg með það sko. Þetta er party leik competitive, shut up. Sem ekki laug mikið sko. Hér er Kasia minn. Þórir er að taka pissubreik og Alex er að fá sér að borða og ég er bara að chilla. Veit þú ekki frekar að fá þér 2 pítsur? Veit þú ekki frekar að fá þér 2 pítsur? Ég eiginlega hefði ekki átt að taka svo eitthvað pítsu. Þú er svo sattur. Já, ég er að verða að gera það núna. Valli, getur þú tekið þessa pítsu á mig? Nei, ég bara hef ekki pláss fyrir hana. Takk maður. Hvað sagði mér sem ekki? Er það pizza handbækur? Hæ? Hver á þessu pizza? Þú veist, ég bað Alex að sækja það fyrir mig. Já. Hann var rétt á mér hana og ég er bara svona, ég hef ekki pláss fyrir hana. Ó, ok. Það var ég, hvað? Það skýrir því eða? Ég skal bara geima það hjá mér og sjá hvort
Ég misti næstu yfir pítsuna á gólfið. Ég er bara að lesa eitthvað gömul chat sko. Það er ekki gæði sem var að gera grína overlayinu mínu. Þessu fullkomna overlay. Og sem var ég veit það, langt besta frontið. Ég skrifar alla ritgerðina mínar í Comic Sans. Nei. Ég hef nógu ég það einhvern veginn þegar sko. Já, við verðum að fara að spila nú. Við getum fara að baða og þurrka hendunar og eitthvað. Já, veit þú, ég er bara... Við erum að taka smá break. Þórir er búinn að gleyma fjárstýringunni sinni einhvers staðar. Var það svona? Hvernig að taka þetta? Var það ekki svona? Var það bara sætið? Bara sætið. Hvað var það fyrir að? Veit ég hvað Axel? Ég ætla að fóra klókstið kannski. Okay. Nei, hann glemdi heyrnartólinu sinni. Heyrnartólinu sinni eitthvað. Gættum! Ok, býðið aðeins, ég á eftir að gera smá hérna.
Losers Finals. Aldís á móti Þórs. Þeir eru að fara Hollow Bastion. Já, þeir eru að fara Hollow Bastion. Small, small, ok. Horfði í burtu smá. Þeir eru eitthvað láta eins og einhver flón fyrir leikinn. Hérna erum við með rematch frá Winner Semis. Aldís á móti Þór. Og Aldís skilpar hann á 0 með downgun. Nær down til. Solid combo game hjá Aldís líka. Ég var að vinna Norðurland 2025, nei, Norðurland 2025 plaggat sem ég ætla að hengja upp í veggar. Haterinn minn designaði þetta, númer 1 haterinn minn designaði þetta. Gaf mér þetta. Ég var að byrja að fucking bíl af Alex algjörlega búinn að turna þessu around með við síðasta sett. Síðasta sett byrjaði náttúrulega bara ógeðslega sko. En Alex bara, ógeðslega vel fyrir Þórir, afsakið. Alex að byrja þetta mjög sterkt sko. Tveggja stokka lít hérna og verðist við að haldi það frekar vel. Veit bara hvað Þórir vill til að reyna að drepa hann og einhvern veginn bara spila til að forðast á. Mjög mikilvægt að móti þessum kappi. Spila til að deyja ekki. Þeir von bara forwarder, ekki eitthvað ekki að reyna að flækja þetta of mikið fyrir sér. Hann er með lít, hann þarf ekki að vera að reyna að gera eitthvað of flókið, hann reynir bara að halda sig við gameplanin sitt. Komum með banana í hendi, missa hana. Það hittir ekki. Back and forth neutral. Down er drag down up tilt. Up er drag down up. Near bakur. Þór er að leita að þessu kombói sem hann setja hann aftur inn í procedure rangeið. Forwarder. Þór er að hitta, ná nokkrum góðum hittum. Reynir að hitta downer eða missa side B. Alex kom með hann off stage. Reynir fyrir bakkar eða missir það. Banana forward smash. Hann gimpar hann með banana peel. Með því að C-droppa banana peel á staðinn þar sem að Joker myndi vera. Erfiður próstitumönur, en vel doable. Hann banana forward smashar hann. Og Aldís tekur fyrsta leikinn. Blessaður. Hvað gerur að horfa það? Það er búið að vera að smá upp og niður. Við vorum einu sinni með 12 að horfa. Við vorum 2 í blíðin og núna eru komið 2 nýr. Hvað margir er hér á staðnum? Ég veit það ekki. Ég held að það sé ekki hérna að horfa á streamið. Ég veit ekki. Ég hef ekki tekið eftir því, sko. Það verður svolítið skrítið að horfa á streamið. Já, ég held að ég sé bara að horfa upp á skjánum, sko. Bara svo næs að við vorum með streamið opið til að láta okkur líka betur út. En það skiptir ekki máli, við verðum að byrja. Game 2. Við sáum Aldís virkilega að hlaupa í burtu með fyrsta leikinn og Þór næstu í búinn að ná comebackinu. Núna virkar það frekar svipað. Alex bara halda mjög consistent advantage state og stage control. Þór er náttúrulega með svo rosalega solid combo game. Hann getur alveg meikað upp fyrir náttúrulega hvaða process game mun sem sko. Rosalega back and forth nútfélaginu núna.
gefur upp stage control með því að fara óvart fyrir upgun. Þarna nær Þorri smá að outplaya Alex. Og dettur banana pillið því að Alex counteraði það. Þá var það hans banana pill. Dodger gegnum uppberið og nær síðan stage control. Fer fyrir back throw, reynir að finna eitthvað. Og hann missir það. Þórur að reyna nákvæmlega góð. Alex dettur banana pill. Þarna nær Alex stage control og að reyna að nota gun til að cheesa hann, en það ekki alveg að virka. Báðir að reyna að finna hittið sem mun confirma í killið, en virðist vera frekar erfitt. Þorri tekur fyrsta stokkinn á 151%. Sjáum hvort að Alex sé nógu fljótur til að svara fyrir þetta, eða hvort að Þóri muni ná einhverju góðu extra prósentu. Hann bara svarar strax fyrir þetta. Bara búinn að taka 6%. Eiginlega ekkert extra credit fyrir Þóri. Fær backer, missir niður. Backer. Nýr. Þóri nær að punisha það. Fær bara down throw og backer, samt allt í lagi damage. Alex, báðir bara að reyna að spila neutral, reyna að beita hinn til að overextenda svo þið fáið þetta hit sem þið þurfa til að rakka upp prósentinu. Alex að fiska fyrir downer fyrir þetta early kill. Eins og ég tekið strax eftir að Þórir miklu minna að reyna time waste þegar Alex með Arsene. Kannski finnur fyrir smá pressu að svara fyrir dótið sem að Alex búinn að gera við hann. Pínu að gleyma general gameplaninu sínu. Sjáum hvort það virki út kannski. Já, það virðist vera að virka út, hann komið með hann ágætt string þarna. Fær banana í hendi, missa það. Komið aftur með banana. Gerir popgun fake. Nær. Backer. Gun. Þeir eru bara skiptast á því að ná stringum okkar og það er bara sá sem að næra klára það fyrst, sko. Mjög jafn leikur. Flipkick. Counterar það. Nýbúinn að fá Arsene. Recognition að það myndi fá Arsene til að countera það. Það er backeri þarna. Komið með hann í ledge trap sequence. Og hann klárar það þarna. Þórir með ágætt líf. Ef hann nær góðu extra credit hérna, þá væri það mjög gott fyrir hann. Alex fer fyrir gun þarna, reyna. Og hann stíjar. Og Þóri tekur game 2. Óheppin leið til að enda þennan leik. Þór var alltaf bara hittinu á undan Aldis allan tíman. Þetta var rosalega jafnt, en Þór var að finna þessi kill aðeins á undan Alex og það er það sem að endaði upp að gera munin. Bara láta þessi game, sko. Joker. Game 3. 3, 2, 1, go! Skrítið. Skrítið að byrja leikinn að flipphökka út af stagein. Skiptir örugglega ekki máli í heildinni. Back and forth að reyna að hitta þessi backer. Down tilt. Mixar hann upp með sidebíinu. Alex fljótur að taka aftur stage control. Nýr, grab og missir backflip. Fljótur að svara með aftur.
bakker, gangur. Aftur. Mixar hann upp með því að fara fyrir tikkið en ekki fyrir grabið. Hefði örugglega ekki drifið ef hann hefði rólað og já, fyrst hann rólaði. Komum með banana í hendina. Sérðu miklu meira af þessu gameplani sem var gert í fyrsta setinu þeirra. Það sem hann pínu að reyna að að vera of mikið að boxa við hann þegar hann með hann senn. Það svo hættulegt. Núna Þórir alveg komið með ágætis prósentum. Sjáum hvort að Alex geti meikað upp fyrir það. Þegar það svona rosalega back and forth. Þetta ekki eins og það mikið prósentum, en bara þegar það svona back and forth þá skiptir þessu litlu prósentuminnar það miklu máli. Hann ennþá á lífi, Alex sem frábært survival skill og hann fær Arsene. Núna getur hver sem áður. Arsene svo rosalega sterkur. Hann reynir downerið. Viðfall downerið. Þórir og hann finnur up-smashið. Retard jumpið hans. Núna Þórir komið með ágætis líf. Ég myndi ekki vera hissa hann myndi ná finna góða extra kredit. Hittar hann úr up-íðinu en það ekki, en hann kominn á sviði svo ekki ná. Og viffar grabið en fljótur að svara bæta upp fyrir það með að graba. Downthrow. Og gera það í rangliðu þá það aftur síðan bakkar. Þórir kom með gott extra prósentu hérna. Og hann chargear bara aðeins lengur og mixar Alex upp þannig að hann missir gambið. Alex, hann svo stressaður að finna killi. Þórir virkilega bara punisha hann fyrir allar óþælum með approachin og þannig að SD-ar Alex og Þórir bara kom með 2 stokka líf. Þannig líkar hann upp í 1 stokk en þetta lítur ekki rosalega vel út. En Alex búinn að vera með svo frábæra stringa hérna og búinn að rappa svo miklu próstur svo hratt að ég myndi ekki vera að hissa ef hann geti meikað upp fyrir þetta. En á sama tíma Þórir svo rosalega consistent þegar hann fær hittir. Þetta getur farið báða leiðir sko. Þetta og hann dettur banana píp. Þetta hefði verið rosalega gott hitt fyrir Alex. Ef Alex hefði náð þessu. Og hann fer fyrir down side B því að það hittir náttúrulega Leggy þegar hann með Arsene. Mjög gott adaptation frá Alex. Fer hinum einn á sviði. Fer fyrir side B og það endar eitthvað að virka. Þannig að reyna hann að ná síðasta hittinu með Arsene en tapaði rétt svo. Þarna hittir hann hittir fyrir dagstakið. Og hann missir finishinn. Sjá hversu mikið Alex búinn að meika upp fyrir á svona stuttum tíma. Þórir var bara alveg búinn að lappa en núna Alex búinn að meika upp fyrir þetta. Virkilega að fara að taka stokkinn bráðlega þegar þú ert Alex. Ekki þurfa að vera að móta honum á 70% en 50 doable. Þetta allt doable. Ef hann tekur stokkinn núna þá það doable. Hittir hann Þórir bakkerið. Ég hélt hann myndi ná forward-endinu, það hefði klárað leikinn. Forward throw. Með banana. Reyna að gera eitthvað svona C-drop sinna engins. Nærir bakkerinu og Þórir tekur setni leikinn. Ég veit það. Ég hef ekki hugmynd hvað í gangi sko. Ég veit það. Þetta ángríns. Það hvernig ég byrjaði í Smash, mér fannst þetta bara svo spennt að horfa og ég ákvað bara að prófa þetta. Mikið að lýsa svona leikjum eða? Hæ? Búinn að lýsa mikið svona aðra? Nei.
Ég er bara svona ákveðin að gera það sem ég sé aðeins gera. Horfum ekki alltaf bótt. Já, mjög. Nóg fyrir það. Já. Stop battle. Það rosa mikið á fótbolta sko. Joker. Diddy Kong. Og líka smass. Ég veit líka bara mikið leikinn sko. Ég er bara útskýrt hvað í gangi. Já, mér vantar eitthvað að segja. 2, 1, go. Þannig að byrjuðu Game 4. Nei, Game 4, það að segja. Alex búinn að skipta allt. Er þetta ekki annar litur? Já, þetta er saman allt. Allavega. Komin með þess að... hann dáneirar hann! Jésús! Þetta er risastór... Þetta er svo stór munur til að búa til svona snemma í leiknum. Alex má ekki leyfa þessu að fara í hausinn á sér ef hann vill vinna settið. Ef hann vill taka leikinn. Hann dáneirar aftur! Oh my! 1 mínúta, hann er búinn að dána, hann er búinn að 2 dánarkills. Og hann deyr á 60. Það tók sko 5 mínútur að komast hingað að segja sko. Alex bara alveg sama, heldur stringunum sínum mjög góðum. Mjög kontrólt. Þetta er mjög erfið stafa fyrir Alex. Þetta er... Þú veist... Ef hann klárar stokkið núna, spilar þetta mjög vel, þá hefur hann kannski séns. Þetta er mjög erfið stafa. Þetta er ekki búið samt fyrir en þetta er búið og þú ert bara að halda áfram að spila hérna. Og þetta klárar settir. Og Þórir klárar þetta convincingly í Game 4. Já, þetta... Hvers konar leið til að byrja leikinn með að hitta 2 downer edge guards á 40 og 25. Rosalega... Frábærlega að spila hjá báðum spilurum en Þórir bara einhvern veginn rétt svo nær honum í endanum hana. Gott finishing. Hérna bráðum munum við hafa Grand Finals. Rematch á milli Juice Kid og Þórir. Takk fyrir, ég er með lesblindu. Ok. Við munum hafa örstutta pásu. Síðan komum við aftur eftir smá.
Þú líka? Ég líka. Ég get alveg líkt sko. Það er ekki málið. Erum við í beinni? Já, við erum eftir hérna á Grand Finals á Super Smash Bros. Mótinu á Norðurlandi 2025. Ég get sagt þér, þetta er búið að vera æsi spennandi keppni og sjálfsögðu erum við bara að vinna með topp menn hérna á þessu móti. Þetta eru menn sem eru að falla í skóla þegar sjúkdómsykjum heilsuna sína eða drifnað. Hér virka allt bara óbærilega en þeir eru góðir í Smash Bros. Það getur við klart ykkur. Við erum með hérna Juice Kid á móti Thor. Juice Kid er þetta búinn að taka nokkra titla heim yfir árin, svo við vitum hérna. Thor ekkert skárri keppinautur fyrir vikið. Mér er sagt að verðlaunin í fyrsta sæti séu fjölskylduferð fyrir 5 til Duels Dubai. Sjáum hver verður svo heppinn að reppa þau stór verðlaun heim. Og sjálfsögðu Super Smash Bros. Bikarinn, uppbúðaður 2 km hár. Já, nú voru keppinautar að byrja að setjast niður. Ég sé að þeir eru að diskutera eitthvað á milli sín. Þeir eru farin í skemmtarsteinn og það er steinn sem tapar fyrir blaði eins og vanalega. Thor er byrjaður að diskutera hvað hann vil banna. Þeir eru að ræða sín á milli. Þeir held að þeir heyri ekki í hvorum öðrum þess að þeir eru báðir með heyrnartól yfir eyrunum. Við setjum noise cancelling heyrnartól, Sony. Við erum að sjálfsögðu sponsaðir af Sony hérna, Super Smash Bros. Mótið. Sony allan daginn, við erum Sony menn, það eru við. Ok, leikmenn virðast vera búnir að ákveða sín á milli og það er verið að velja fyrsta mappið. Það sýnist að vera Small Battlefield. Þetta er sígilt hannað af Hinokoto Matsumoto, Japananum. Fyrsta mappið sem var sett inn í leikinn á sínum tíma í frammistöðuferlunum. Þá við sjá karakterina, þetta er æsi spennandi. Herru, það er Mii á móti Diddy Kong. Mii á móti Diddy Kong. Þetta er áhugaverð blanda. Diddy Kong að sjálfsögðu búinn að þurfa sýtandi mörgum ásökunum á síðkastið en hann er mættur eins og vanalega. Miin hérna, eins og við vitum öll þá er Miin upptum á Wii-tölvunni. Við erum sponsaðir af Wii-tölvum hérna á hópurinn. Það er keppinautur með Wii-tölvu á sínum móti. Það er eftir mættir. Ok, þetta byrjar æsispennandi. Diddy strax 80%. Þetta er hræðilegt að sjá. Ok, hann basar, það er að bæra upp lítuna. Verst fyrir, það er ekki búið að snerta mannin. Hann er óstöðvandi. Hvað er að gerast? Hann flýgur inn, þetta er ok, það er stöldur með Diddy að reyna að snúa öðrum í sót en hann er ekki eins og ná að verja sig. Þannig það er svolítið erfitt að sækja og þetta er bara ekki mínúta liðin á fyrsta hotinn fyrir það gerst svona, ok, okkur er komin inn, við erum komin á prósentum við byrjað aftur tjónum. Ok, Diddy maður er að snúa sig við, já, þetta er bara, það er bara nýr maður hættur hérna í leikvanginn. Svo er það snúið og líðarlega, já, hann fleir honum fram fyrir, þetta er aldrei að gerast. Og nú er byrjað að vera dipp úti þannig við sjáum hvaða áhrif það hefur á leikmennina. Já, hann er að beita hann yfir á þvertið mappið eins og Diddy í lagið. Ok, já, þetta er byrjað að jafnast aðeins út. Menn er farin að læra inn á hvern annan. Það er fyrst í höfnum er fram og tilbaka eins og enginn væri morgunlegur. Ok, það gerist. Já, það er svart höfn þvert yfir. Erum við að sjá númer 2 hérna? Nei, það er áhald. Ó, það er 2-2. Þessi leikur flýgur öll áfram. Þetta eru menn sem að drífa sig í skapin. Það er alveg 5 vinst eftir. Þetta er ágjörð í. Ok. Það er aðeins hérna að bóta. Aðeins á sig núna. Þetta er hann var í 7 mínútur. Flýtur sér hægt. Við erum óbúið okkur hérna á Norðurlandi. Við erum sponsaðir af það er eitt af okkar mörgum sponsum hérna. Ok, Diddy er að snúa sér eftir. Þetta er búið að vera svolítið vegasalt á einn annan kantinn hjá þeim þetta fljótlega. Við sjáum hvort ef hann fá aðeins jafnari leikur við vikið. Diddy flýgur en hann nær að halda sér.
snýr þessu tilbaka þetta spennandi þá fólk. Og hvað gerast núna? Diddy komin upp í 160%. Það nú rakkutíðinni á síðu út af kallinn. Já, undir borðið, hann hefur bara 4 músett undir borðið að bana. Það ekkert annað sem það kann. Ok, það bullukúlur bóttandi kæður á nýsti. Strílið höggstunir í gangi. Við sjáum báða leikmenn vera að spila svolítið sniðugan leik hérna. Fólk vera að skilja Smash Bros á þessu meira skili við skák heldur en þetta með bæta ykkur við. Að því leiti þegar báðir menn eru sitjandi í tímann þegar leikur á sér stað. Og hann að lemja hann í gegnum pallana. Ég ekki viss hvort þetta sé bara galli í höndinu á leiknum en höggin verðast að berast í gegnum pallana. Þetta er pall. Já, það gæti verið að svindsuði tabli hérna. Við getum þetta bara fyrir nefnstöðunum lokið og x-raya alla myndaðunar og kasteringar sem notar eru á móti. Já, Diddy að snúa sig við. Ok, nú fyrir eitthvað að gerast niður. Ég finn það er ákveðin orka í loftinu. Það alltaf 4 mann sem horfa hérna í salnum og 2 eru sofnaðir. Ef við erum hérna í Norðurland höllinni þá stemmingin alveg gríðarleg. Já, Diddy bara að hefða sig. Kærði sér fluginn og hann flýgur út af fyrsti leikurinn. Diddy hafði ekki fyrstu frá. Ég fæ hérna tæknimanni minn til að uppfara scorestöðuna. Sjáum í beinni hérna á mappinu hvað er að gerast hjá teiminn okkar. Það er líka fyrir aðeins nær. Mikrofónin er sjálfsögður frá Sony líka, þetta eru sponsaðar af Sony. Og heyrnartólinn hérna frá Sennheiser. Við erum ekki sponsaðar af Sennheiser, ég bara átti þau til. Ok, ætla það sé eitthvað spennandi að gerast núna í leik nr. 2. Juice Kid með alveg stöðugt forskot en að sjálfsögðu er nóg af Smash Bros eftir hérna fyrir ykkur í kvöld. Ok, látum við sjá, þeir byrja, já það er aggressív byrjun hjá Diddy, hleypur strax af en hann vinnur okkar Mii hérna, hann hleypur öllu tilbaka. Ok, skjöldurinn er komin upp, bananar eru fljúandi. Ok, ætli Diddy fara undir eins og honum með vanið? Nei, ekki helt skiptist. Og hann er á brúninni, hann gæti verið að beita hérna, early brún. Sjáum hvað gerist. Já, prósentan er fljúandi upp. Þarna, já. Nei, hættir við. Fake out á undirmappinu hérna. Ok, það er... Nei, hann er... Sjös. Ekki meira en mínúta liðin og fyrsta fallið komið hjá hann Diddy. Þetta er ekki nógu gott hjá abanum okkar. Við erum að tapa fyrir einhverjum no-name Mii. Ok. Hann snýr þessu fljótt, prósentunar er að fljúa upp hjá mínum okkar. Þó að sjálfsögðu okkar sterkasti nýgræðingur hérna á svæðinu. Það þarf að gerast núna, já, og það er komið kvöld aftur. Eins og við vitið þá er Smash Bros mjög nýlegur töluleikur, það eru alls konar nýjungar, eins og Day og Night Cycle í bardagaleikjum. Þegar ég var yngri sko, þá voru bara með Tekken 1 og það var bara kvöld ef það var kvöld í boðinu. Ekki svona kvöld og dagur sko. En svona flýgur tæknin áfram. Nei. Það sjáum við seinna, það er komið 2-2. Þetta er jafnleikur, Diddy er samt hátt upp með prósentuna. Hvað gæti gerst núna? Er hann að fara að ná rakketunum prósentum minn? Hann er hættulega á brúninni. Já, hann snýr vörn í sókn, þetta er alltaf gerast. Okkar maður hérna, rakkið nokkur prósentum og undir borðið. Og já, þetta er nú pínu fyrirsjáanlegt þarna prósentun eins og hún var. Ok, það er högg að koma hérna inn, hann er að virðast, já. Ég ætla ekki að trúa þessu dömum mínir og herrar, það er komið 2-0 í leikjum. Juice Kid sem bara einhver sjórningakall er að rústa okkar kóng Diddy hérna. Diddy auðvitað maðurinn sem við öll lítum upp til. Ok. Þeir voru eitthvað að tjekka síma sinn, þeir skilja bóða kærustunni, bakning, hver veit. Nei, það er nýtt borð. Nú er bara þessara hræri í hlutunum. Ok. Það sjáum við
Smash Bros logoið hannað sjálfsögðu af Kirimura Okataki á 8. áratugnum. Upprunalega hannað fyrir jógúrtferðni sem átti að koma út í Japan, ekki margir sem vita það. Ok, byrjar rólega, menn eru ekki aggressífir þetta skiptið. Gæti verið að þessu að vera pínu ruglaðar af bakgrunnum, hann er þetta á hreyfingu. Ég vil vara flogaveika við að borðið mun hreyfast allan tíman. Já, við erum að fljúga nær þessum kastalarna. Mjög spennandi hvernig við getum bakgrunnum. Já, leikurinn, herru, já, þarna Diddy Kong er að, nú er þetta jafn leikur sem við erum að sjá hérna, menn farnir að læra pínu inn á minnstri hjálparunni. Shit, þeir eru bara undir kastalarna. Já, prósenturnar er að rjúka upp hjá báðum leikmönnum. Þetta er fljótt farið að breytast í svolítið aggressívan leik. Við viljum auðvitað sjá það á Smash mótinu. Og þú kemur með ákveðna taktík, þá ertu að fara að vera lesin mjög fljótlega. Það sem þú vilt gera er að vera svolítið hreyfanlegur í taktíkinni sem Smash Bros spilar. Þannig að ef maður situr í drullinni þá bara er óunnurinn að fara að lesa hvað þetta gera og það er bara game over fyrir þig. Diddy er kominn á hættulegan stað hérna með prósentunum sína og hann er að leita að knockout-högginu. Juice Kid. Juice Kid er að beita hann á brúninni. Leitandi að þessu höggi og þarna fær hann sénsinn. Já, nei. Ok, þeir eru jafnir núna báðir að leita að þessu höggi. Þarna kemur það, Juice Kid með fyrsta hittið. Menn auðvitað hafa nægan tíma. Shit, hvað er þetta bakinn? Ok, það er komið 2-2. Allt getur gerst hérna á Norðurlandi sem draumar rætast. Mottóð okkar, draumar rætast. Erum við að fara að sjá hérna fyrsta vinn, hann er 15%, þetta er ákveðið forskot hjá Thor. Juice Kid aðeins farin að endurhuga lífsákvarðanir sem leiddi hann hingað. Kannski var hann aðeins of fljótur á sig. Þetta ef Juice Kid vinnur þetta, þá er hann búinn að vinna Grand Finals ásnum. Það er best of 5 vinna sjálfsögðu. Þannig ef Juice Kid nær að snúa þessu við, þá er hann kominn með titilinn. En kannski er það stressið mögulega að ná til hans, hver veit. Ok, hann byrjar að spila takt, hann er að snúa þessu. Þetta er mjög jafn leikur hjá báðum leikum. Ákveðnir hlutir eru komin undir haf, kannast í bakka. Þetta er nefnt að forrita þetta. Shit. Ok, já, þarna já, þetta er jafn, þetta er svo jafn leikur, dömur herrar. Og hitt fólkið. Já, Diddy kominn yfir 100%. Nýinn lætur Thor. Og það er 1-1. Þetta er spennandi, lokast í 90% hjá Juice Kid. Getur hann snúið þessu sér í hag. Þetta er erfitt þroturinn, ég öfunda hann ekki, en það er ég ömurlegur í Smash Bros. Sem myndir pottþétt tapa. Allavega gegn leikmönnum af þessum kaliberum. Ok. Diddy er að leita að rakkum okkur auka prósentunum til að fengi stigið inn. Snýr pínu aggressív, býður á brúnin eftir honum, er kannski að leita þessu niður höggi. Ég er að fá nokkuð högg þessi. Þeir eru báðir að leita hérna, býðandi eftir paríinu. Hvernig kemur þeir á brúninni? Höggin eru komin fram, lófanir eru sveittir og andrúmsloftið er að rafmagnað þarna í húsinu. Diddy vinnur okkar undir og Juice Kid hefur þetta 3-0 og Juice Kid er orðinn Super Smash Bros. Meistari Norðurlands eystra og má bera þann titil löglega á öllum skjölum sem hann skrifar undir. Þökkum okkur kærlega fyrir fylginuna hér í kvöld, dömur og herrar. Nú að sjálfsögðu er skipuleikendar mótsins að fara að afhenda honum vinningarna sína. Svo eftir kemur forsetinn og þakkar honum fyrir vel unnin leik. Það er víst búið að stela vinningunum. Það er búið að finna þá aftur. Þetta eru kraftaverka kvöld, dömur og herrar. Ég er skilinn hérna einn eftir ennþá að lýsa. Maður sjá, það eru margir að horfa en þá mig. Er það búin að stoppa? Músin virkar ekki á tölunum dömur herrar, ég get ekki skoðað neitt. Hún er tengd sko. Hún er tengd, tæknimaðurinn minn segir Halló, ég vann mótið. GG's allir. Bye.